Thank you.
Já, komiði sæl og blessuð. Það nýtt ár 2025 en það eru sem hluti sem breytast ekki og það Elko-deildin sem tekur á móti ykkur hér á mánudagskvöldi klukkan 7:10. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og verð með ykkur hérna í vetur og vor og mér til halds og trausts í settinu í kvöld kunnulegt andlit, það Aron Fannar. Blessaður. Blessaður. Gott að koma tilbaka. Já, 2025, nýtt ár, nýtt tímabil af Elko-deildinni, bara nýtt fyrirkomulag, það verður sér nýr spons, Lukka Lúk, nammi framhengandi, þannig að kannski fáum við Ég hef bara væla eftir því, sko. Já, svona nammi hambúrgar og eitthvað, þú veist, nú get ég loksins komið í sett, komið með eitthvað heim fyrir strákana mína og þeir eiga eftir að elska það. Lukka Lúk er besta nammið, það bara þannig. En að sjálfsögðu þeim til halds og traust Kia og Elko, þökkum þeim kærlega fyrir að tryggja viðveru okkar hér á skjánum hjá ykkur annað tímabilið. En eins og við sögðum, það nýtt tímabil og það eru breytingar. Heldur betur. 2025, árið sem þú verður 30, verður formlega gamall. Ég er náttúrulega bara 20 og eitthvað. 20 eitthvað. Leið og verður 30, ég skal segja að fengir reynslu, ég held að það væri ekkert big deal, það bara breytist allt. Það bara efnaskipti mín helminguðust bara á miðnætti þegar ég var 30 sko. Þetta var klikkað sko. 0-0-1 bara 0-0-1 þá bara þurfti maður að fara að pæla í hvað maður borðar sko. Takk fyrir þetta, mér kveði ekki nóg mikið. Það bara allt í góð sko, bara verður góð. En hérna við erum hér komnir, það nýtt tímabil, það nýtt fyrirkomulag og við ætlum aðeins að tala um það. Ekki 10 vikur núna sem að fyrsta keppni, það eru 4 keppnir á þessu tímabili. Já. Og fyrsta keppnin núna Duos, tveggja manna lið, við erum ennþá í build, annað breytist í rauninni ekki. Þannig að núna ertu bara með Duos, 2 leikmenn saman. 2 saman og við erum með fleiri saman, fleiri leikmenn. Já, miklu fleiri. Miklu. Við vorum með 39-40 sem voru á serverunum hann undir lokin. Já. Kannski 50 sumir leikjum. Núna eru 84 leikmenn búnir að staðfesta sig, búnir að greiða og við búumst við smá breytileika, þú veist, kannski 70 manns eða eitthvað, þú veist, það eru sumir sem komast ekki öll kvöldin. Við förum aðeins nánar út í það eftir smá. En 84 leikmenn og skráningin ennþá opin, það hægt að bæta sig við og taka þátt til dæmis næsta mánudag og restina af þessu tímabili. En eins og við sögum, 4 keppnir á þessu tímabili. Já. Og þá fyrir við í tríós eftir þetta. Ég er mest með fyrir því sko, verður við ekki það. Já, hérna sjáum við þetta. Duo build, 4 vikur, byrjum núna 13. janúar, svo það 20. janúar, 27. janúar og 3. febrúar. Það á síðasta kvöldi, bara 8 leikir fyrir Duos til þess að tryggja sigurinn. Það breytir hlutunum svolítið mikið því að núna fer hver leikur að skipta ansi miklu máli. Þetta ekki 20 leikir, heldur þetta 8. Já, þessu 10 vikna formátinu, þá hafa verið miklu meira efna því að gera mistök, áttur efna því að eiga slemmanleik og hefur það ekki núna. Nei. Það bara verður mjög... Mátt eiginlega ekki við því, sko. Að eiga svona off-game bara mjög dýrkeypt núna, þannig að það getur skipt miklu sköpum. Það bara þannig. Svo eftir Duos, þá fyrir við í Trios og FNCS á þessu tímabili að fara að vera með Trios. Þetta verður ákveðin áskorun fyrir keppendur. Það eru Duos sem að muni þurfa að splundrast fyrir Trios til þess að fylla upp í önnur lið og það frábært tækifæri fyrir fólk í samfélaginu til þess að kynnast nýjum spilurum, spila og keppa með öðrum. En þetta eru 4 vikur líka. Svo færum við okkur yfir í Squad.
og það verður þá 4 manna lið sem að verða 2 vikur eða 4 leikir 10. mars og 17. mars svo lokakvöldið og fyrirkomulagið þar ennþá óráðið en það verður 29. mars og verður hér í Arena líkt og var í desember Ég verð ennþá bara 20 eitthvað þá sem betur sko Þú verður ennþá 20 eitthvað það en þetta breytir hlutunum alveg töluvert eins og við tölum hver leikur skiptir meira máli við erum með aukna þáttöku en það sem að helst óbreytt að stigagjöfin allavega eins í dúós það að sama topp 20 dúóin fá stig stigadreifingin fyrir 20. sæti og upp í fyrsta svo sama hún var í sólós og það eru 2 stig fyrir fellur eins og hefur var þannig að það þarf ekki að koma okkur að óvart Nei ég held að það sé allt annað mót svona dúós frekar en sóló sko Já, og við tölum sko að það erfitt að missa af leikum. Það eitt dúó sem skráði sig sem kemst ekki af óviðráðanlegum aðstæðum, kemst ekki í þessari viku, en það dúóið iCristo Teras 13. Já, sem splittuði 1 og 2. Já, sem að voru sko 2 af 3 eða 4 sigurvegurum á öllu tímabili síðast og það verður eitthvað og ég meina þeir eru rosalega mikið bara búin að vinna allt sem hættir að vinna svolítið á milli sín en ef þeir ná að koma hérna og missa af 1/4 af mótinu og samt vinna það verður eitthvað á næsta stigi sko gott Það getur við bara sleppt fyrir Já Þá höfum við bara næsta tíma verður bara þeir vonast Þá verður tríóskablinn bara svona raunveruleika þáttunum og þér fær að spila með Teras Kristó Heldur mér eitthvað survivor bara Já, eitt survivor En eðli málsins samkvæmt nýtt tímabil, það þýðir líka nýlið og eins og við segjum það eru 84 keppendur það eru 42 lið sem búin að skrá sig og greiða þátttökugjaldið þannig að við búumst við að sjá allir þessi lið á einhverju tímabúti það þýðir að við ætlum að taka 10 lið í hverri útsendingu og kynna þau örsnögt förum ekki djúpt en bara svo við vitum hverju eru að spila saman og kynnumst öllum þessum liðum yfir þessar útsendingar þannig að hendi okkur fyrsta liðinu Ég ætla að læra að beygja þetta að fram en liðið heitir BH Flip Stefan það er kunnuleg nöfn þar allavega eitt af þeim það er hann Gnarr vinnur okkar Já og svo Liljar Liljar kom inn undir lokin á síðast tímabili og var að standa sér rosalega vel þannig að þetta mjög sterkt lið Liljar Lexi sem var fyrir tímabili þannig að þetta sterkt lið þetta Lexi þá og Gnarr báður úr Ravík og og bara sterkir næsta lið bæjarins bestu pilsur þar erum við með Raggi og Benjo sem Benedikt Óli Hrólfsson og Ragnar Frosti Atlason ætli okkar besti maður markastjóri bæjarins bestu hafi sponsað þetta lið Ég ætla að vona það og ef svo þá þarf ég að senda á hann Næsta lið FH bara FH, ekki með neinu öðru FH Stuffy og Ding Dong Grandma Ding Dong Við búumst alveg við því að þetta sé þokkalega sterkt lið líka FH Stuffy stóð sér alveg vel mjög vel Ég myndi nú ekki segja að við séum með mikið upplýsingum Ding Dong Grandma en Hrafnkell Ingi og Antonis þarna að keppa saman Næsta Það fylgismennir kalla sig Fylkir Twins og það Alex NPC og Andri NPC Þeir voru báðir leiknir á tölvunni Ég veit ekki hvort þeir hafi báðir verið Annar þeirra var sko alveg bókað annar þeirra en allavega Andri og Alex þarna í Fylkir Twins ég man eftir einu nafni með NPC Gunnar NPC þannig að NPC, hann var líka í Fylki þannig að NPC greinilega eitthvað svona mím hjá fylkismönnum en það verður áhugavert að sjá þetta lið koma til leiks svo erum við með IRB og það eru stóru strákunir Teras og iCristo algjörlega klikka að sjá þá þetta saman 5, ok Réttó Gang Þetta lið sem ég er spenntur fyrir þetta Emil og Stefán Þetta lið sem ég er spenntur fyrir ef ég man alveg rétt þá Stefán svona aggressífur og Emil mitt ekki Það rétt og stígandinn var sko, Stefán var að verða betri mjög mikið betri yfir tímabilið sólós og
mér fannst Emil bara, hann var bara solid, þú veist. Já, bara Emil, hann var þarna bara í þriðja til fjórða seti. Rosalega konsistant líka, skilur. Þannig að ég býst við miklu frá þessu liði. En svo er líka spurningin, svo við komum inn á við þig áðan, að það svo gæti líka orðið bara communications mistök þarna milli, þegar þeir eru með tvo mjög ólíka leikstíla. Já. Þannig hvort að þeir ná að sameina sig og fara millileiðina eða fara aðlega hérna, eða hafa ekki undirbúið sig og það er bara málið, þú veist, það eru fleiri tækifæri til að gera mistök þegar þú ert að reyða það á liðsfélaga. Þannig að það er eitthvað sem við munum fylgjast grannt með á þessu tímabili og í þessum leikjum. Svo erum við með næst no-name liðið. Já, Bjarki Panda og Steini 2-3. Sterkt lið. Mjög. Og Bjarki Panda kom inn og við spjöllum heilengi saman eftir lokakvöldið. Hann var rosalega metnaðarfullur að koma inn í þetta tímabil, duos, trios, squads. Hann lagði mikið metnað í það að finna með þessi góðan félag. Við greinilega fundið góða samsvörun í Steina. Þannig að það verður mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu. Bjarki Panda náttúrulega stóð sér vel, Steini stóð sér vel í solos. Tveir svona, myndi ég segja, á efri hluta af lítið borðinu. Já, voru ekki báðir alltaf að fylla við þarna top 10? Jú, ef þeir voru ekki bara báðir í top 10. Þeir var alltaf að nála því. Þannig að svo erum við með næst fylkisbræðurna. Já. Það er Lexi fylkir og BNB fylkir. Árbærinu komur sterkur inn í þetta mót. Já. Það er gaman að sjá. Þetta er þetta rótgróna rafíþróttastað. Já. Þú veist, og það er greinilegt að bara Fortnite er að ná góðu traksjoni þarna inni og mér finnst algjörlega yndislegt að sjá svona marga koma hérna frá þessum aðildafélögum. Já. Og ég náttúrulega hvet líka bara, þú veist, alla sem er að keppa að fara og gera það í gegnum aðildafélag, skilur þú veist, þó að það sé ekki nema að fara til þeirra og fá að búa til einhvern meistaraflokkshóp eða eitthvað, skilur þú veist, bara rútínan að mæta á æfingu og vera með einhvern þjálfara sem heldur við efnið, 100%. Þú veist, gefur ekki leyfi til að gefa sjálfur þér afslátt, bara skiptir mjög miklu máli. Næsta lið. Svo erum við með annað aðildafélag sem við komum sterkt inn og það er FH. Já. Það erum við FH Skipiti. Hver ætli sé í því liði? Síðan ég byrjaði hérna, ég er búin að segja þetta orð svo óþægilega oft sko. En það er að Skipiti Toilet og Brimir. Skipiti Brimir, Skipiti Toilet, þeir búið til liðið FH Skipiti. Auðvelt að fylgjast, auðvelt að vita hver er í hverju liði, Skipiti Toilet, Skipiti Brimir. Svo erum við með næsta lið sem heitir bara Punktur. Og það er Halli Bliki og Dagur. Já. Og Dagur, ég veit ekki hvort við séð hann í solos, en við sáum Halla Blika. Hann var sterkur. Mjög. Þannig að maður býst við því að hann fari og finni sér sterkt dúó og þessi leikmenn getur gert góða hluti líka. Já. Mér finnst hlutinni vera óráðnari núna í dúós heldur en hitt, af því að þú veist dýnamíkin getur skipt svo miklu máli. Það getur verið með, þú veist, tvo bestu sólóspilarana, þú veist, Denas og Kristó, kannski bara ná þeir ekki saman. Þannig að ég er svakalega spenntur. Og svo næst Bakkabræður. Bakkabræðinir. Þetta er tveir sem við ekki séð áður. Nei. Hvað heldur það? Speiker 15 og Dick Big Boy. Dick Big Boy. Já. Já, Bakkabræður þarna, Andrés og Máni keppa saman og svo síðasta liðið sem við förum yfir hérna núna The Cows. The Cows, mér finnst það skemmtilegt nafn. The Cows, það er Rúndarinn og Jólakálfur. Jólakálfur, það er alveg nikk. Já. Herðu, þetta, eins og við sjáum hana, við tókum til að ég held 11 liði núna. Tók ekki tíma? Ég held að við farið yfir í 11 lið. Mér finnst þið bara öll fokkalega sterk á blaði. Já, mér finnst það líka og ég held að verði allavega top 10 á þessum móti verður jafnara endur en svoðarsmóti var sko. Já, þetta verður fór eiginlega fullir á það. Þetta verður allavega spennandi. Já. En það er ekki bara liðin sem eru ný, það hafa líka hlutir breyst í Fortnite. Heldur mjög. Sem við þurfum aðeins að fara yfir áður en við hendum okkur inn í leik. Það eru 7 mínútur og við förum inn í fyrsta leikin. Hann byrjar á slæginu 7:30 en förum aðeins yfir þetta og byrjum á bara light ammo, standard pistolið sem við vorum að sjá spilara svolítið keyra. Hún er farin og inn er komið silence pistol og autolock pistol. Já, autolock, þetta er ekki lock-in pistol eða eitthvað líka? Jú, lock-on pistol. Já, en ég held að við minnum ekki svo mikið henni. Þetta er svona kannski meira fyrir nýri spilara. Já. Og þarf ekki að læsa á hann í ákveðin tíma til þess að
Jú, þú verður inn að miða og verður að bíða eftir að komi svona 4 bleik tákn á kallinn, þá getur þú skotið, þú ítir einu svona gikkin og skýtur ykkur 4 skotum, gerir 150 skada og svo þess að læsa á hann aftur. Það er hægar sagt en gert í svona lobby, sko. Já, þú hefur ekki tíma, sko, þú ert að horfa á gæjan að reyna að læsa á hann, hann er búinn að pumpa þig í haus. Yep. Þannig að það er bara svolítið þannig. En svo prest gæti verið skemmtileg, sko. Hún er mjög akkurat. Hún er akkurat. Hún gæti verið nýtt, sko, til þess að keyra niður veggi. Já, hann er ekki hérna, ég man ekki hvað magasin er stórt, varst það? Það er ekkert það stórt. Ég held að hinar SMG-byssunar, Surgefire eða hérna Veiled Precision SMG, ég held að þetta séu báðar betri byssur til þess að taka niður veggi. Þannig að svo náttúrulega Monarch-pistólinn líka farinn, þannig að við erum ekki að fara að sjá einhver pistlutögg hérna, þegar mappið að gera 175 skada. Svo breytingar líka á sko AR-lega séð, við erum með 3 AR-a. Þeir eru allir svolítið, allir fínir. Það er Furyin, hann er svona eins og heavy assault rifle, hann skýtur aðeins hægar, gerir aðeins meiri skada per skot, svo ertu með Hollow Twister og svo Ranger assault rifle, við erum meira svona staðlaðir. En svo erum við með breytingar á snipers, þannig að snipers með scope farnir út, hunting rifles. Mínu uppáhalds. Já, þú hefur sterkar skoðanir á þessu. Já, jú, ég elska sniperna líka, en það er svo miklu mér hæfileiki í innanfalli í því að vera með hunting rifle, sko. Líka af því hann er 1 skot í haus og þannig að ég held að vera gaman að sjá hvernig hann virkar líka og líka held að sé vera alltaf sterkt núna að vera með annarkorður að rönni hann og menn hinni kannski meira hvað maður segja, hvort hann spil nær. Já, að þú ert með hlutverk í liðinu, þú veist, einn er kannski SMG, shotgun og er meira box to box fighteriðinn, þú veist, á meðan hinn er kannski assault rifle, shotgun og svo hunting ef hann fær pick, sko. Já. Þannig að því við tölum líka þetta og við komum aðeins meira inn á það núna eftir smá en við tölum það eru mikla breytingar á því að fara úr solos yfir í duos og fara úr 40 manns server yfir í 80 manns server eða 70 manns server upp á allt þetta. Það er að fara að vera fleiri tækifæri til þess að pikka fólk og gera skada á rotatinu en það þýðir líka sko að þetta er 2 á 2 að hver bardagi getur verið lengri þannig að þú veist að fjárfesta í því að fara að fæta er stærri ákvörðun, dýrara og það eru fleiri að fara að lífa en líkurnar á því að við fáum Storm Surge er að fara að vera hærri og ég held að spilararnir verði ansi fljótir að átta sig á því að ef þú ætlar að berjast upp á Storm Surge þitt að þá ertu alltaf að taka séns á það eru 50% líkur á tapir og þú getur bara gert það 2-3 svar í gegnum áður en að á endanum þú byrjar á því að mögulega tapa en þú getur tekið þessi long range pick og takkað einhverja sem er að hlaupa miklu örugar. Þannig að þetta verður klikkað og það sem hjálpar þessu, það er alveg movement í leiknum. Og núna held ég, við fórum og skoðum þetta hérna fyrir útsendinguna, ég held að þessu ekki shockwaves. 90% þessir. Held að þessu ekki í competitive mótinu, en þau eru í venjulega, en við erum með Typhoon Blade, Kinetic Blade sem er þarna, þú veist, þrjú dassi sem þú getur hlaðið upp. Við erum með Oni grímuna til að skjóta. Og við erum með bíla og mótorhjól. Svo eru launchpads á mappinu. Voru við með bíla og mótorhjól? Ég held það. Okay. Svo eru hverir sem getur farið líka. Þannig að hreyfanleiki. Hann er til staðar. Já. Ekki jafn mikil og var held ég í desember. Ég held það sé meira sko. En það? Já, svo ertu líka með þarna vindsprætin. Kasta niður og hann getur skotið þér. Þannig að þú ert með alveg sko ansi mikið af held ég hreyfanleika. Sjáum við þetta baka okkur Fire Onimask, Void Onimask og Typhoon Blade og við þetta er búið að bætast Kinetic Blade líka og svo erum við með 2 metaljur sem er hægt að taka bossa niður og fá þær. Einn getur verið risastór. Það er annað sem að gefa sprint, ég man ekki nafn á henni. Það er eitthvað Shogun X eitthvað. Já, Shogun X. Já. Það er alltaf, hvað er þetta ekki ósynlegur með að sprinta líka? Jú, þú getur sprintað endalaust og þú ert ósynlegur. Já, það er galið. Og svo heldur á Typhoon Blade-inu þá hleypur þú líka hraða, hoppar herra og getur basically komið fólki á óvart og skotið einhvert og bara þannig að ég held að það pluss NPC sem þú getur síðan ráðið til þín sem getur skannað svæðið í kring þetta er alltaf að fara að vera risastórt og jafnvel erum við að fara að sjá bardaga snemma í auknum mæli. Það er náttúrulega líka bara fleiri að dreifa sér kortið þannig að við erum með fleiri sem er að fara að berjast þessa helstu staði. Ég held að vera miklu meira svona early fights núna heldur en því að núna ég held að vilja freka að taka early fights en ekki.
af því að í miðjuleik ég held að það sé alltaf að fara að vera þörfpartjáður ef að slá sko allan daginn en ég held að vilji núna þessu tímabili viltu frekar slást snemma eða bara einsýnt og þú getur mögulega já, það annarkvort það verður áhugavert, það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það spilast og bæði hvernig fólk að vera að dreifa sér þú veist, fólk að fara að virða droppinn, skilur við, þú veist, við sjáum það mjög fljótt hvort það sé að vera mikið early fights eða ekki það mun mæða á spektatornum okkar í framleiðsluherberginu núna sko, það er nóg að gera koma sveittur út af þér já, en svo líka bara ég hlakka mikið til að sjá þú veist, bara hvernig þessi leikur spilast og hvort að við séum að fara inn í stormsurgeið og þá sjá, skilur við, Fylkir Gunnar NPC til dæmis, hann gerði það rosalega vel í fyrra hann rótitaði snemma hann byggði turn, hann chillaði í turninum þarna þurfti hann að díla við svolítið mikið af einhverjum aggressífum sólóum núna, það ekkert hlaupið að því að fara að challenge eitthvað dúo í einhverjum turni í þeirra eigin bildum, skilur við ég held að þú vil sleppa þér sko ég ógeðslega spenntur fyrir þessu tímabili ég held að við séum að fara að sjá allt öðruvísi leiki allt öðruvísi leiki, ég held líka núna í kvöld og sérstaklega fyrsta leikin, ég held að hann verði hægari en þeir venjulega af því að þú veist, við sáum það líka í sólmótinu fyrsti leikur fór svolítið í því að bara lesa andstæðinginn sko þannig að það var mjög hægur leikurinn held við sjáum svipa núna svo verður bara komið ljós hvað kemur næst sko Já, þetta spennandi en það eru hvorki meira en minna en 10 sekúndur þang til að leikurinn fer í gang fyrsti leikurinn hér í fyrstu keppninni á tímabili 2 af Elko-deildinni. Ekki fyrsta tímabili, svo að segja. Nei, það ekki fyrsta tímabili. Fyrsti leikurinn í fyrstu keppninni, það duos og rútan ætti að vera að fara af stað innan skams og við ætlum að henda okkur beint í allan hasarinn og sjá hvort að við höfum mögulega bara verið að bulla eitthvað hérna það hvernig þetta myndi spilast eða hvort að við séum að fara að sjá aggressíva spilamennsku hér snemma í þessum leik. Okkur alltaf einum lagi að bulla sko. Já, það bara þannig. Og við býðum bara eftir því að við komumst í rútuna rútan á leiðinni ég heyri henni þarna hún, hendum okkur inn í leik númer 1 og sjáum hvernig duos spilast hér í Elko-deildinni og þarna byrjum við 23 sekúndur þannig að allir spilarar þurfa að vera farnir úr rútunni og mér sýnist að vera svona þokkalega jöfn dreifing kortið það greinilegt að spilarar ætla að nýta öll tækifæri og það mjög mikið að stuðum til þess að komast í gott lút í þessu sísonu. Þetta ekki stærra mapp en við erum vanir að sjá? Það hérna lengra út á... Jú, aðeins og mér finnst líka sko mér finnst eins og það sé meira af góðu lúti sem ekki á einhverjum svona vinsælum stöðum akkurat núna. Þetta glætar. Þetta glætar. Anime glætar nefna. Við heldum hérna Lexa sjáðu á kortinu sjáðu hvað eru margir sem að fljúga þarna hann kemur strax til ljós hvort að fólk sé að fara að virða hvort annað og leyfa þess að bíða eins sko Magic Mosses þessi staður með helli undir sér sem með mjög verðmætu lúti og við sjáum strax að það verið að keppast þennan stað 2 lið búin að lenda þarna og mér sýnist 3. liðið hafa ákveðið seint að bara sleppa því að fara þarna og núna gæti Lexi verið í smá vesinni, hann að lenda hérna, hann ansi lár og það eru leikmenn sem að svífa fram hjá honum, Seppi og einhver annar, ég sá ekki hvað það var. Strax komin í fellu. Já, það komið fella og það eru 62 leikmenn, það eru 32 lið inn á servernum. Það þýðir að það eru einhver lið sem eru solo. Lexi Fylkir hérna strax byrjaður að ná tögg fyrir Stormsurgeið. Hvað liðsfélaginn hans? Já. Oh my god! Lexi algjörlega raujaður. Og Fylkir þarf að horfa á. Og Bjarki Panda þarna að taka út Lawson á sama tíma. Og þetta var eitthvað sem að Fylkir Lexi þarf að læra af. Já, heldur betur. Það var gott að ná fyrsta takkinu þarna en síðan þarftu bara að láta þig hverfa. Já. Allavega þannig að koma með eitthvað til að byggja fyrir þig. Eru ekki reboots? Það hlýtur að vera. Jú. Competitive. Mér finnst það eins og það sé. Já, það á að vera.
Er þetta okkar maður Gabbi? Já, held ég. Og hann hérna með Mythic F-Waff, Vulture Mythic F-Waff. Hann var eitthvað draugur. Já. Mættur. Gabbi hérna, hann að spila hérna, hvað heitir leikurinn hann sem átt að... Phasmophobia? Phasmophobia. Já. Gabbi hérna í Phasmophobia mótinu. En eins og sko, við tölum það, kannski búist við því að sjá einhverja árásgirni tiltölulega snemma í þessum leik. En við erum að horfa á það að það eru bara 5 leikmenn fallin. Já. Það fekar hæðar á það en ég held. Sjáum hérna, Gabbi og Mythic að taka út einn boss. Þessi boss gefur þér medalíu sem er stöðugt að hlaða vopnið þín. En sjáu þið hérna, Stuffy og Ding Dong Grandma, þeir eru að fela sig og ég held að Sjax og Markus Drabb, ég veit ekki að þið, Markus Drabb, hann sá hann og núna eru þeir 2 á 1 hérna með Six einangraðan en Ding Dong Grandma kom sér þarna í stöðu sem hann bjóst ekki alveg við að vera í og náði ekki að nýta sér þessa hreyfingu. En núna fáum við að sjá flókna bildfæta Ding Dong Grandma þarna, hann er umkringdur bildum sem þeir eiga ekki. Þetta er líka í fyrsta skipti sem við fáum að sjá Ding Dong Grandma, þannig að það var gaman að sjá hvort hann... Já, og mér sýnist að hann bara hafa orðið smá smeykur í þessum barda. En þá gerir hann líka bara vel og komið sér úr honum. Já, bara virkilega flott og Stuffy hérna með honum að reyna að fá einhverja athygli á sig. Einangra hérna, Sjax 49 pússar F á því og Stuffy, hann fellur. Markus Drabb þig, góð samvinna þarna hjá Sjax og Markusi. Skipið í toilet, tekur Dr. Hákon. F á skipið í þá að koma með eina fellu. Þá er Ding Dong Grandma að leita leiða til að koma sér út úr þessum aðstæðum. Liðsfélaginn hans fallinn, hann getur verið rétt. Skipið í toilet. Hann er komið fellu. Komið fellu, tók út Dr. Hákon. Brimir með honum líka. Og þetta er, ég fíla þetta, sama skinnið. Gera andstæðingunum aðeins erfitt fyrir. Þetta er eitthvað sem allir þurfa að vera að vinna með. Arnar hérna fellur á móti Arnór on 60 FPS og Flóki Bling nær að fela sig. Og þetta er eitthvað sem ég held að við séum að fara að sjá svolítið í gegnum leikinn. Leikmennir, þeir reyna að gera allt til þess að láta ekki klára liðið. Já, klárlega. Það er fyrir að það hafi verið vel gert að dinga þá að láta sig hverfa og liðsfélaginn fekk að finna fyrir því. En ég er ekki að segja þessi reboots. Hlýtur það. Ég held að við sjáum þau bara ekki merkt inn á kortið þegar þau eru ekki merkt inn á kortinu og haldir á reboot-karti. Já. Blindur leiðan. Við sjáum það, jú, þarna er bíllinn. Það eru reboot. A1 Skúli núna komið sér burtu, rúndarinn, tekin út að Gabba. Gabbi klárar hann líka. 49 leikmenn eftir. En við erum að tala um það að fyrsta zónið er búið að lokast og við erum að horfa á það að næsta fyrir að hreyfast núna eftir 23 sekundur. Og það er ennþá fleiri lifandi heldur en voru að venju í leiknum á síðasta tímabili. Það voru ennþá fleiri, ég meina bara í leiknum í höfuð, já. Þannig að, þú veist, hvað erum við að fara að sjá núna hérna á þessum fyrstu rotatum? Núna þegar hringurinn er að minnka töluvert. En jú, það eru reboots við fórum í 58. Staðfesting á því. BBB, Benjó, bæjarins besti pulsur, Benjó, hann er fallinn. Og tryggja það að bæjarins bestu hafi aldrei borgað jafn lítið fyrir hvert sem er minnst á því beinni útsettingu. Við erum bara að hætta því. Við erum ekki krónu fyrir þetta. Ekki einhvern veginn að pulsu. Háká Peponga hérna. Súkulaðisnúður liðsfélag hans fallinn. Wiz 25 tekur út Speaker 15. Bjarki Panda líka með 3 fellur. Já. Bjarki Panda er að vera duglegur og bara virkilega gaman og áhugast að sjá hérna
hvernig þessi leikur bara strax að spilast. HK Ponga, svolítið bara einskismannslandi akkurat núna. Já. En hérna komum við inn, Halli Bliki og Dagur í bardaga hérna á móti Gabba og Mythic. Báðir leikmenn sem voru að keppa á síðasta tímabili og þeir ætla að koma með pressuna. Loka hérna bílinu í Halla Blika og Fekk Sóla upp á sig. Void Gríman kemur algjörlega klötsstafna. Mythic trublar Halla Blika og Gabbi næði skoti á hann en Halli Bliki með frábært etti droppar Gabba. Þvílík og annar eins og nú þarf Dagur að mæta. Núna það Dagur, hann kominn inn í bardagan. Þeir eru 2 á 1 og þá spurning hvað ætlar liðsfélaginn, hvað ætlar Mythic að gera? Ætlar hann að koma sér í burtu eða ætlar hann að reyna 1 á 2 hér? Ég held að hann verði að koma sér í burtu. Mér sýnist að vera nákvæmlega það sem hann að gera. Mér gert Halla Blika maður. Þetta voru geggjuð edit. Já. Hann var aðeins eftir á, myndi ég segja, farandi inn í þennan bardaga en þessi edit bara skiluðu sér ekkert eðlilega vel. En var ekki hann og Dagur líka búin að aðskilja svolítið mikið? Hann var kannski með eitthvað bíð þegar hann kæmi tilbaka? Jú, þeir voru svolítið í sundur. Já. Svo má það minnast á þess að hérna litlu kalla, þetta heita Sprite, við köllum þetta hlaupbánsana. Spurning hvort að Luka sé með eitthvað svona svipað á þetta. Þeir eru bara að græja það. En Steini 23 hérna og Bjarki Panda í vestinni, Viss 25 búin að taka hann út og þá Bjarki Panda 1 á 2. Hann langt á millið. Já. Þetta eru mistök sem að leikmenn gera bara einu sinni, held ég. Og Bjarki Panda hérna finnur sér stað til þess að fela sig og ætlar þá að fara í rebootið, reyna hann á kortinu hjá félaga sínum. Mér sýnist Viss 25 og Lawson ekki ætla að halda því en það eru þeir langt út í storm. Já. Ég held að við getum staðfestu búið þessu, það er ekki Socrates. Annars væru þau allavega í einhverjum minút. Já, ég væri búinn að sjá það nokkur svona. Og ekki bílar, myndi ég halda, með að það verðum ekki múið að segja. Það er djúvillig dýrt að missa liðsfélag svo snemma því að það líka tekur að tíma að reboota. Já. Og lætin í því. Og svo missur við líka Mats. Það er stóri partur. Það er það sem að skipti mestu máli þegar þú ert að spila í svona móti er að vera með efni við til þess að byggja. Og svo sjálfsögur kemur ég bara tilbaka með einn gráan ekki AR og... Jú, eina gráa pistlu held ég. Já. Meira segja. Eina sælensa gráa pistlu. En Playboyinu eitthvað þarna, lestin er að mæta á lestinstuðina og þetta er það sem við sáum ekki eins mikið í solos. Fólk var ekkert að chilla í runnum. Nei. En við erum að sjá það hérna núna. Þannig að guð minn góður Aron, hvað zone 8 á eftir að vera kaotískt. Geta eiginlega ekki beðið eftir að sjá það, sko. Áhugavert loadout hérna. Maður sér ekki Oni shotgunnið oft hjá svona leikmennum af HM Kaliber. En hérna Arnar að lenda í fesinni. Viss 25. Algjörlega leysir hann niður og Flóki Bling er næstur. Hann reynir að byggja. Hann á 1 í líf. Hann reynir að byggja eins og hann getur. Kasta niður inn hlaupbánsa og það byrjar að tikka hann upp. En hvernig ætlar hann að koma sér undan þessu? Getur hann það? Nei, hann getur það ekki. Og Arnar og Flóki Bling falla hér úr leik. Þarna sáum við líka hvernig rólinn getur verið mikilvæg. Eins og við tala um. Hann er viss bara að halda sér aftur á meðan, hvað var ekki, Lowdown sem heitir hann, ekki? Lawson. Lawson, og meðan hann keyrir inn í hann. Já. Og bara strax, ef við erum að horfa á þessa 2 leikmenn, 3 fellur komnar, búin að taka út liðsfélaga, Dagur að taka út Fylki Rúnar og Liljar að taka út Dagur Friðriks. Og Sölvi Batman var fallinn líka og það er 2004 liðið, það er 2004 sæti. Og þá Arnór á 60 FPS, það er allt í bullandi gangi hérna. Dagur og Halli Bliki í þvílíkum bardaga og finna hérna Rúnar líka. Annað fylkisliði þá fallið algjörlega úr leik. Og allt í einu bara 40 leikmenn eftir. Já. 22 lið.
Spurning hvort þið getur fengið einhverja yfirlitsmynd af kortinu sem sýnir okkur dreifinguna á leikmönnum akkurat núna. Það væri gaman að sjá eitthvað slíkt. Mér sýnist Dagur og Halli Bliki vera bara með frábæra staðsendingu. Þeir eru nálægt í miðjurhringnum. Þeir voru að pikka upp hérna refresh á öll materials hjá sér. Þeir eru með auka brikk. Þannig að þeir geta bara að fara að byggja svolítið base í kringu sig. Hvað gengur? Wow! Kjúli og Atman! Vá, rétt slefið inn! Við séum þetta er dýrt áður, sko. Vá! 3 líf og 1 líf. Djarfur líka bara að halda medkit og ekki nota það. Já, þú veist, cancelaði Atman medkitinu sinni. Sá það ekki? Ég held það. Ég held að hann hefði ekki klárað það. Spurning hvort það sé með annað. Þið þurfum að fara að koma ykkur alla leið inn, strákar. Það var ekki nema 1 tikk af storminum núna. Og þeir vita það. Synda hér og veiðistöngin farin upp og hérna eru tunnur, það er flott. Medkit líka á Atman. 40 leikmenn núna eftir. Einhver var rebootaður. Rúndarinn og Fúsi Turbo hér. Rúndarinn var tekið niður á hann. Fúsi Turbo hefur náð að bjarga honum og koma honum aftur inn í leikinn. Og þeir eru þarna upp á brúnni en þarna niðri King Kjúli og Herra Atman. Þeir eru bara tógara. En eru þið bara og Wish eru mættir ofan á og það eru leikmenn upp á brúnni til þess að kontesta King Kjúli og Herra Atman. Þeir þurfa að gera aðeins meira ef þeir ætla að vinna þetta rosalega dúo. Þetta virðist vera árásugjarnt dúo hérna. Lósson og Lár, King Kjúli! Batman, hvað getur hann gert? Það kemur í bakinn! Lósson búinn að taka út King Kjúla, Herra Atman, hann fellur líka og það eru 4 fellur komnar á Wish og Lósson. Þannig að sáu líka þar leið og hvað skiptir miklu máli einmitt communicationi. Leið og hann Lár, það kemur hinn í aðstofuna. Já, þetta var vel spilað en mér sýnist þeir vera eitt af þessum dúóum sem að ætla bara að fá fellur. Skipið í Marlin. Kristo að taka hann út. Kristo einmitt einn af topp leikmönnum af solo-tímabilinu. Náði hann ekki þriðasæturinn á síðasta kvöldinu? Jú. Það er mögulega öðru sættin held ég. Nei, það? Held það. Ekki Steffen í þriða. Nei, Kristo er í öðru. Nei, ég maður ekki. Er þetta ellin? Er þetta það sem verður að vera 30? Þetta er ellin. Jensína og Denas. Ha! Er ekki viss, ég er alltaf að hóra Denas. Ég held að það myndi ekki verið að keppa í þessari viku en við erum alltaf að fylgjast með Denas hérna. Spurning hvort að það hafi þá verið einhverja breytingar á liðunum miðað við skráninguna en við Já, hann er með Jensínu í liði en ekki Kristó og hérna sjáum við þá lenda í fight Das búinn að loka bílinu á Jensínu og þeir eru að berjast box í box næstum því 200 IQ ætla ég að gera ráð fyrir þetta standi fyrir en ekki 2 IQ Sittur boxaður upp, Das kemur sér í burtu, þeir vilja ekki þennan fight þá er það Mythic og Gabbi það heldur áfram að vera 4 og hasar hjá þeim bara 17 builds eftir á Gabba og mikil pressa í gangi. Ég er líka með basic á leiðilegu stað. En þeir halda áfram að pússa og finna bara beint inn í hliðina á Steina 23 hérna. Og hérna eru Chili Chuck Splashes. Þetta leikmönnum að hlaupa aðeins hraðar og rótita svona aðeins hraðar. Mér sýnist einmitt Bjarki Panda hafa náð liðsfélaga sínum upp líka. Lósson var að taka út lið bara í einstæmi. Lósson og Wish. Þeir eru með alvöru... Þeir eru komin bara 5 að milli sín held ég. Já, alvöru árásarskipni. Og hérna sjáum við hvað ringurinn er orðið. Nei, herðu, Lósson með 7, Wish með 4. Já, þeir eru með 11 föll. Einmitt. Þeir ætluðu greinilega að nýta sér að fullnustu á fyrsta leikin. Já.
En núna, spurning hvort þeir hafi tekið bita sem þeir get ekki klárað hérna á móti Gabba og Mythic. Tunkatown tekur út Brimir úr skipið í FH skipið í Gabbi, sjáðu þeir double spraya hann í gegnum vegginn, ná hann lágum og svo ætlaði bara hlaupin í boxi, þeir halda áfram eins og þeir geta, komast loksins inn. En Wish fellur við það! Wish fallinn! Gabbi tekur hann út! Og þetta gerist á endanum, ég sagði það áðan, þú getur ekki tekið svona marga 50-50 fæta, þú tapar á endanum og núna það Mythic og Gabbi sem eru búinir að taka út annan leikmanninn, Wish, og eru að hreyfa sig í burtu. Lawson í vesinni og í fjarlæðinni, þá erum við að sjá Stormsurge koma inn. Stormsurge í gangi akkurat núna, þannig að leikmenn eru að leita sér tækifærum til þess að ná skaða á aðra leikmenn. Lawson loksins að færa sig, kemur þarna inn, beint fyrir aftan Gabba og Mythic. Þeir hljóta að kíkja fyrir aftan sig einhvern veginn á næstunni. Hvort það fari ekki bara aðra leið. Náði hann kortinu? Ég held ekki. Ég held að hann hafi ekki tækifæri til þess að resta. Það eru 31 leikmenn eftir. Og við þurfum að finna greinilega einhverja betri leið til þess að vita hvað er í gangi með Stormsurge. En oh my god, Lawson! Úr öskunni í eldin! Það sjáum við Emil og Kakakukuku. Er það dóttir mín? Það hlýtur að vera að leikmenn séu bara að trolla okkur lýsinguna hérna þessu. Kakakukukuku. Gumsi við erum bara að biðja launahækkun. Já, Máni og Carpenter líka. Og núna fer að reyna á. Kakakuku hérna fyrir neðan þá, Denas og Jensína. Fyrir fjögulið sem ansinn nálægt. Jensína hérna spreyjaður af tveimur. Það að hafa sig allan við til þess að taka ekki meiri skaða þarna. Sleppur samt við það. Þetta 5. liðið sé bara ekki langt frá sko. En það er ekki meira pláss. Nei, svo sem ekki. Das þarna í vesinni. Í bakgrunni líka. Og bara Emil og Kakakukuku eru með ekkert eðlilega gott sjónarhótt hérna á 3 önnur lið. Það er líka bara í toppmálum ef þeir fór næsta sóun. Eitt sem að spila líka inn í sérstaklega í duos. Við sjáum hérna kortið niður í hægra megin. Hvað eru allir ofan á hver öðrum. En það er að vera með nógu mikið af ammo. Það er mjög mikið verið að spreyja box þegar við erum komin í duos. Meira heldur en í solos og þarna akkurat gera þeir það í Jensína og Denas. En það er Kakakuku sem að nær fellunni. Fær heiðurinn fyrir helluna og þessi leikmaður Bjarki Panda fallinn líka á móti Lawson. Já, Lawson er einn á báti en þá tekinn stig. Það er allt í gangi hérna akkurat núna og hérna sjáum við þetta lokast. Akkurat núna Liljar og Gnar að berjast við Gabba og Mythic. Þeir eru að púsa beint inn í Sigmar og þeir mega ekki við að taka neina pásu akkurat núna og núna þurfa samskiptin að vera góð. Gabbi tekinn í hliðina, algjörlega feldur, Mythic núna einn eftir. Liljar og Gnar þar fyrir ofan og Sigmar í bóksinu við hliðina á. Ég held að núna fara að hægja á í smástund. Mögulega í smástund en þarna komu alla grímurnar, það fór allar að staða á sama tíma. Leikmenn að stilla upp, hvert er alltaf að færa sig næst. Sigmar lendir í það næst í miðri á. Hann er með 200 IQ í liði eða ekki? Já, þarna sérðu Siax og Markus Drapþig. Markus Drapþig sýndist mér var með sverðið sem að lifið er að dassa, Kinetic Blade. Mythic kemur hérna í bak á þá, Markus að reyna að finna hann, hann lítið og seinn. Og það er einhver barda í gangi þarna, skipið í toilet á móti Mythic. Mér sýndist Mythic falla þarna, Gnar og Baha, Funkatown og Slipstream að koma inn þar á bakvið. Dr. Hákon og Kristó í rótendinu sínu akkurat núna. Markus Drapþig og Siax síðastir að koma sér hérna inn í hring. Hoppa núna yfir nokkra en það er allt á bullandi vegferð og Stormsurge er komið inn. Það er einhver að fá Stormsurge. Obsar, finnið einhvern sem er að taka Stormsurge. 23 leikmenn eftir, sjáu þið kaosið! Dömur mínar og herrar. Það er ekkert nema múrsteinsveggir út um allt. Skipið í toilet er að reyna að finna sér einhvern griðastað og finnur það á endanum.
En hérna sjáum við hvaða leikmenn þekkjum við, Denas, Jensína, Kristó, allt, fastagestir hérna í topp 10, topp 20. Emil líka, Gaga Gugu að berjast á móti honum. Seppi Carpenter að komast þarna inn líka. Og það nóg að vera. Falcon Emil tekinn út af Dr. Hákon, Denas tekur út Skipti Toilet, Kristó tekur út Falcon Emil og klárar hann. Og það þá Gaga Gugu einn hérna á móti Dr. Hákon. Lítið sem hann getur gert annað en að koma sér í burtu, 34 builds eftir, droppa niður, ákveður að reyna að finna sér griðastað þar. Það text hjá honum, þú getur ímyndað þér, þú veist ekkert hvað að gerast í kringu því, það eru fótspor út allt í öllum áttum, það ekkert nema hljóðið og leikskilningurinn sem að hjálpa þessum spilurum að taka ákvörðunar akkurat núna. Og eitt breytist ekki að Kristó er komin upp. Já, Kristó og Dr. Hákon komni með hægrandið, leggja mikla áherslu á það alltaf og hérna sjáum við Steina 23 eftirlifandi liðsfélaga Bjarka Panda. Rétt lifir þetta af og Gaga Gugu fellur. Það ennþá 11 lið eftir, 19 leikmenn og hringurinn valla á stærð við sumarbústað. Og það eru allir þarna ofan á hver öðrum. Þetta alvöru, Aron, þetta alvöru! Og núna hreyfist hringurinn og allir leikmenni fara af stað. Hvað í gangi? Kristó og Dr. Hákon að halda hæggrandinu hérna. Jensína tekur út Sindra Carpenter einhvers staðar á jarðhæðinni. Og núna eru leikmenn byrjaðir að skora á hæggrandi sem með Sjax reyndi að taka það þarna, tókst ekki hjá honum. Kristó heldur því alltaf með sama playið. Við sáum hann samt í ströggli í solos með að eiga til byggingarefni til þess að halda hæggrandinu. Já. Og núna það bara dýrara að halda því. Það dýrara og hann að vísum með liðsfélaga sem með build sem getur hjálpað honum, getur fengið matt frá honum. En Kristó hérna í vesinni, hann var skorað á hann upp á hæggrátið. Dr. Hákon fallinn og Kristó þurfti að nota teleport til að koma sér undan. Situr á 17 lífi og að ná sér í skildi akkurat núna. Máni tekur út Fitcho. Og meðan að það allt í gangi, það kaos hérna. Ég get fullir það að flestir af þessum leikmönnum hafa ekki reynslu á því að spila svona þrengt. Denas finnur Markus, Denas komið með hæggrandi núna, Denas og Jensína halda því. Það risastórt og Kristó fallinn sýnist mér, Seppi Carpenter fellur þarna í bakið. Það allt í gangi, Denas og Jensína þarna að raða inn fellunum af hæggrandinu. Slipstream og Sigmar, Seppi Carpenter tekin út og þá Slipstream tekin út, Mörgæsin 5 mætt og Jensína ákveður að droppa aðeins nær. Af hverju að vera svona langt í burtu spyrja þér og það kemur sprayið með submachine guninu, 1 frakk komið og Jensína þarna næstu búin að droppa sér og dera sig niður á jörðina. En það eru ennþá 4 lið eftir, 5 leikmenn, Denas og Jensína eina 2 manna liðið sem eftir hérna. Og það þá bardaginn niður í Mörgæsin, fyrst til þess að falla Liljar og Sigmar, 1 eftir á móti 2. Hann hefur verið í svona stöðu á móti Denasi áður en ekki Denas og liðsfélaga og það Denas 13 og Jensína sem að vinna fyrsta leik hérna á seinna tímabili Elko-deildarinnar, fyrsta leikinn í duos og Denas. Hann ekki þættur. Nei, hann sagði, hei, ég vann ekki lokakvöldið. Ég ætla bara að vinna næsta tímabil í staði. Hann hefur greinilega verið að æfa sig eins og brjálaðingur í pásunni sem við fengum á milli þessara deilda. Fílík og endgame maður. Hann alvöru íþróttamæður. Alvöru íþróttamæður, hann kann þetta. Hann veit að æfingin skiptir máli. Ég held að hann sé bara að æfa sig svona 2 á dag. Komið reiður út lokakvöldinu. Já. Bara ekki gett annað síðan. Nei, þetta bara fólk með keppnisskap. Já, ég veit það. Og talandi við hann með keppnisskap. Já. Þannig að ég bara virkilega vel spila. Veistu, ég getur með rödd í þessu tímafili. Ég heyri það. Sko, ég get talað eins og ég sé ekki að missa röddina, en ef ég bara hægi aðeins á mér og ég bara, þú heyrir, hún byrjuð að fara. En það var þetta rosalegur leikur. Hvað voruð með 20 eftir í lokaring? Veistu, þetta fyrsta skipti sem ég virkilega verið bara, veistu, ég öfunda lýsendur í atvinnumennsku í Fortnite, nákvæmlega ekki neitt. Nei. Þegar það bara tvöfalt þetta. Jep, og ég held þessi komin að saman pakka út úr, sko.
Við þurfum aðeins að finna betur út í því hvernig við sýnum Storm Surgeið, við náum því að því að það eru highlightin, skilur, spilararnir sem eru undir Storm Surgeinu og þurfa að finna tökkin, það oft mjög gaman að fylgjast með þeim. Svo það líka ef þið lenda í því að fara í slag undir Storm Surgeinu, það getur verið risastórt sko. Og það svona, þú veist, það svona gott moment til að fylgjast með og þá getur við svolítið leyft hinu að gerast og þá ég ekki að öskra allt sem er í gangi. En þetta var allavega algjörlega stórgóður og geggjaður fyrsti leikur hérna í kvöld. Við ætlum að taka örsnögt hlé en þegar við komum tilbaka þá skoðum við endursýningar á leiknum, kryfjum hann aðeins til merkjar og förum síðan beint inn í leik númer 2. Það verður algjörlega non-stop action hérna á þessu tímabili, það nokkuð ljóst, þannig ekki fara fet. Við sjáumst eftir örskamma stund. Wait, is he switching lanes?
Já, verið hjartanlega velkomin aftur. Það fyrsti leikur kvöldsins að lokum kominn og kominn tími til þess að skoða aðeins hvað fór fram í honum og tala leik nummer 2. Og hver veit, nema við fáum til okkar góða gesti í settið í smá viðtal. Það eru leikmenn að keppa í mótinu hérna á Arena. Bara í húsi. Sem að mér finnst geggjað. Já, ég haldi að það fleiri. Mér finnst alveg rosalega gaman að að leikmenn sé að hittast og nýta þetta bara sem tækifæri til þess að hrista sig aðeins saman sko. Nákvæmlega. Og kynnast betur í einn persónu. En tölum núna aðeins leik númer 1. Þetta var ekkert eðlilega góður leikur. Það var ógeðslega gaman. Breytingar frá því síðast tímabili. Fleiri lifandi. Skynsamari spilamennska hjá flestum, myndi ég segja. Já. Liðsfélaginn fellur, bakka út, reyna að koma sér í burtu. Rotations allt önnur. Já. Öðruvísi tímasetningar, öðruvísi strategía, ekki eins mikið eins og í solos þar sem þetta var bara keppni hver getur verið fremstur í rotationinu. Aðeins meiri fjölbreytileiki í því hvenær fólk að rotata, hvert það að rotata, hvernig að rotata. Sáum meira að segja Emil og liðsfélagi hans taka gamla takti, vera fyrstur. Já. Á dýrt. Já. Af því að þetta nefnilega málið, það miklu meira allur hringurinn fókusar á þá sem fremst. Já. Og í duos að þá ertu með tvöfalt fleiri leikmenn sem einhvern veginn lausir til þess að horfa í áttina til þín. Þannig að einn leikmaður getur verið að leysa þá sem rótita snemma, hinn getur verið að leysa þá sem að rótita, eitthvað í miðjunni og getur rótita seint. Númer 3, myndi ég segja, meiri strategía, finnst mér. Bara, mér fannst liðin vera að spila sína strategíu. Já, klálega. Og það var bara virkilega gott. Þannig að allt, og svo fleiri lifandi, meira kaos, meiri hasar, meiri öskur og allt gaman. Allt gaman. Við fengum að finna fyrir það á morgun. Já, en við erum komið með góða gesti í settið. Bjóðum þá hjartalega velkomna. Ég læt á að fá mikrofón. Kíkina millikar. Skiptið á millikar. Það bæjarins bestu pulsumenn. Hvað segið þið? Verið velkomnir. Takk fyrir. Já, byrjuðu að kynna ykkur hérna, hverjir eru þið í raunheimum og hverjir eru þið á eyjunni? Ég heiti Ragnar og ég BBP Raggi. Ég Benni og ég BBP Benjó. Já, geggjað. Og hvernig kemur það til að þið eru sponsaðir af bæjarins bestu pulsum? Já, hvern þarf ég að senda á til þess að verða það sjálfur? TikTok live bara. Ok. Við varum að stríma og svo kom bara bæjarins bestu pulsur í strímin hans, þannig... Var það þjarkurinn? Já. Það var hann. Það geggjað. Herðu, standið hann hlifið lið og horfið beint í myndaðalinn hérna af því að ég vil að fólk taki eftir þessu derhúum. Geggjaðar. Það eru geggjar! Vá! Pulsa! Þetta algjör snilt. Vá, hvað ég vissi ekki að bæjarins bestu væri með swag, maður. Hvað, núna bara, hvað eru þið gamlir? 14, báðir 14? Já, 14. Ok, 14 ára strákar, bæjarins bestu pilsur. Þetta náttúrulega vörumerki sem mjög frægt og svona. Hvernig bæjarins bestu að falla í krami hjá yngri kynslóðin í dag? Er það eins svona mikilvægt og flott og það var hérna í gamla daga eða? Svona, já, þetta náttúrulega bara klassik pulsunar, fattari. Já. Ef maður bæði þá fer maður að hanga, sko. Já. Ef maður langar pulsu. En já, ég held að það enda svona
relevant, fattar ég. En þá relevant. Við erum að vinna einn stíg með að sponsa unga Fortnite-spilara hérna. Já. Ég allavega sjúklega ánægður og bara sjáta þetta á Bæjarins Bestu fyrir það. Já. Spyr fyrir vin, hvar fæði maður svona húfu? Bara á vefsíðunni. Það? Já. Á vefsíðunni. Okay. Þið vitið það, pilsa, pulsa og það væri gott að fá í chatið, annarkvæmt bara í Twitch-chatið eða þegar svona Discordið, hvort segið þið pilsa eða pulsa? Því ég er hardcore pilsumaður. Pulsa. Mér langar að taka þess og hendur í rusl, sko. Ég er ekki pulsumaður. Þið völdur rétt að liða, ég er pulsumaður, sko. Já, ég er pilsumaður. Við erum pilsu. Segir þú pulsa? Pulsa. Er það? Vel gert. Segir þú pilsa? Já. Ok, vá maður, þetta er geggjað. En að leiknum, núna voru að taka fyrsta leikin í duos. Já. Mikil breyting frá því solos. Hvernig fannst ykkur leikurinn, hvernig leggst þetta komandi tímabil í ykkur, hvernig eru það að horfa fram á trios, squads, segið mér aðeins bara svona hvað eru að hugsa? Þetta var bara svona svolítið random bara, hann bara allt í henni kom, spurði hvort við vildum spila og hann bara allt í, bara svona skyndi svona ákvörðun. Já. Og svo var maður bara band allt í henni. Nú? Já, maður var eitthvað að segja eitthvað sem maður átti ekki að vera að gera, fattar ég. Hafið sér vel á netinu, krakkar. Já, nákvæmlega, annars verði þið band í Fortnite. Já, ég var líka 14 ára einu sinni, þetta er erfitt, en ég meina, við gerum betur næst. Já. En núna eru það að spila, hvernig fannst ykkur standa ykkur yfir, ofar, fyrir neðan væntingar, ofar væntingum? Bara ofboðslega illa. Ok. Nú, ok. Ég lenti bara í, hvað lenti í? Já. Nú, ok. Nei, sko, við fengum bara 1 kill. Hann, einhvern veginn rushaði hann, þú veist, hann beamaði þá og, þú veist, hinn fór á mig og, þú veist, rushaði mig en svo draf ég hann, en svo var hann drepinn af hinnum. Já. Svo rushaði hann og ég bara, hann að kinetic plate'i, ég óvart, þú veist, bara svona left triggers, já, slashaði og ég bara gat ekki skipt byssur. Þetta var bara... Já, þetta var þetta delay, þessi 1,5 sekúnda í endan og já, það er ógeðslega pirrandi. Já, ég var mjög pirraður. Það er aðalviðsynni með kinetic plate'ið bara yfir höfuð. En hvað þýðir það fyrir leik 2? Er það að fara að breyta eitthvað strategíu? Ætlaði að vera passífari, aggressífari? Hvað er það að hugsa? Passív. Passív? Já, við ætlum ekki að resa neitt, sko. Reyna að komast... Nefna á placement. Já, reyna að komast inn í endgame. Geggjað. Ok, það verður frábært að fylgjast með því og takk kærlega fyrir að koma í viðtal, sjúklega mikið props fyrir það. Takk fyrir að taka þátt líka og bara ég er að fara að kaupa mér þetta er geggjut og ég kemst ekki yfir ég líka sko þegar Atli kemur og segir hei, það eru gæðirna sem eru tilbúin að koma í viðtalisetti þá bjóst ég við bara að þið myndi koma og væri bara ykkur, bjóst ekki við að vera í búningum maður. Nei, ég held að hettan er uppi og þetta er geggjað. Ok, þú veist, bara klapp fyrir ykkur strákar. Herri, gangi ykkur vel í næsta leik, takk kærlega fyrir komuna, ég skal taka mækin og bara gangi ykkur vel það sem eftir er tímabilinu. Ok, það er þessi. Áfram Bæjarins Bestu. Já, það var geggjað maður. Það eru grafík á bakvið þetta sko, aftan á hvítabólnum. Það var held ég, mér sýndist þér að mynd af standinum niður í bæ í svona rauð-hvítu. Oh my god. Hver hafði búist í því? Við farum á vefsíðun og eftir sko. Bónus, Ólís, Bæjarins Bestu, þetta er alltaf orðið fatamerki í dag. Ég veit það. Stöld þessi gömlu vörum ekki með þetta er geggjað. Þið vitið það, Bæjarins Bestu á netinu ef þið viljið fá pulsa, derhúr, eða einhverja þessu flottu peysum og svo sjálfsögðu bara Bæjarins Bestu að keppa með lið í Elskóðildri. Já, gæðið. Sjúklega flott. Við þökkum líka okkar sponsum að sjálfsögðu, Kia og Vokalúk. Það er allt frábæri hluti líka Elskóður með sokkana, ég meina þetta er allt fatamerki. Ég væri til í lúk peysu núna. Ég er búinn að vera í Elskóð sokkunum mínum rosalega mikið. Já, ég líka. Þannig að þetta er bara búið að vera frábært. Já, herðu, við skulum fá stigatöfluna upp eftir leik nummer 1 og sjá hvar við stöndum varðandi stigin. Og er það. Efsta sæti, Denas og Jensína, 10 fellur fyrst í sigurinn. Það eru 20 stigur fellum, 25 stigur fyrir sigur, 45 stigur í heildina. Og svo sjáu þið þarna fyrir neðan, 12 fellur á Wish og Batman Lawson, 4 Tunkatown og 4 Slipstream þarna í öðru sæti með 8 fellur, engin sigur að sjálfsögðu. En þá sjáum við 8 fellur, það eru 16 stig þegar það fengið 10 placement points. Svo jafntefli þarna, 3. og 4. sæti, Liljar og Gnarr á móti Wish og Lawson. Sigmar sem er að spila að mér sýnist einn í þessari, það var einhver lið sem voru að spila einn solo. Okay. Hann er bara solo í 5. sæti með eina fellu en kemur sér seint í endgameið.
þannig að sýnir kannski hvað passiv spilamennska getur verið verðmætt og svo förum við hérna og klárum út topp 10 Seppi Carpenter og Mörgæsin 5, við sáum þá þarna í topp 5 Kristó og Dr. Hákon náðu hæggrandunum snemma en þeir mistu það í hendurnar á Denas og Jensína þannig að annar hlutur sem öðruvísi meira barist hæggrand sína sem Kristó ekki að fara að fá það frítt í hverjum leik svo 6-49 Markus Drabðig þeir stóðu sér rosalega vel 5 fellur þarna og Sindri Carpenter og Máni 0-7 4 fellur og síðast í 10. sæti Bjarki Panda og Steini 23 og við gefum special shoutout hérna á Gabba og Mythic sem voru þarna með 3 fellur 9 stig í sæti 11 Það svona svo gaman að sjá líka bara hvað aðalfélögin ég skjóta á þessi fjölnir Já HK var hann, sá ég líka Já Margir Fylkir FH Fylkir Þetta alveg Rafík Keflavík, já frábært að fylgjast með þessu öllu saman og þetta staðan eftir leik nummer 1 en það spurning hvenær við erum tilbúin til að fara í leik nummer 2 ég allan bara farin að klæða Ég tilbúin sko. Þannig að til framlýslutímisins okkar til leikur 2 tilbúin þá erum við tilbúinir að fara í leik nummer 2 en segðu mér eitt hlut sem kom mér á óvart í leik nummer 1 Ég held að myndi byrja hraðar Já Talaði fyrir leikin að örlíkinn væri fleiri slagir virtist ekki vera Svo getum við bara að sé það Já, fáum upp endursýningar úr leik nummer 1 förum aðeins yfir þær hérna saman fyrir þá sem gætu hafa mist mögulega af einhverju Endursýningarnar eru að koma upp akkurat núna Þurfum við að öskra okkur hann inni Ég ætla að nýta tækifæri, sorry það gæti heyrst hérna ok, ég ætla að taka hérna úr sambandi svo þið sé ekki að heyra ykkur tvísvar en endursýningar það rætt að vera á leiðinni Já, okkur að lofa þeim Þarna eru þær Við þurfum bara að dæsa nú sér finnum þetta förum hérna strax í upphafi Lexi Fylkir hérna hann finnur Mörgæsin og Seppi Carpenter þeir endur náttúrulega að vera í bara topp 5 í lokin og hann reynir að ná nokkrum tökum þarna á hann að vera farin Já. Það eru mistökin sem hann gerir þarna Lexi Fylkir, hann ekki með greiða leið í skjól heldur þannig að ná að klára hann en svo fylgjum við hérna Wish að berjast á móti ekki Kleinar förum inn í bardaði Halli Bliki og Dagur á móti Gabba og Mythic Þetta tilþrif leiksins sko Já, þetta var klikkað þarna maður þú veist, þeir voru komin svo mikið óvart og svo tekur Mythic Void teleportið og allt í henni mætti bara í hliðin á hann en sjáuði editin hérna hjá Gabba hann með 2 menn á veggnum hjá sér og hann spilar það ekkert eðlilega vel Já, þeir líka með bringuna bara mótið sko. Já Steini og Bjarki hérna fyrir Fjölni þeir voru hérna í barda núna á móti Viss og Lóson þarna fjall Steini Bjarki lifði af, náði Steina síðan aftur inn í leikinn og þeir komust sent í endgame mjög vel spilað og góð ákvörðun að taka þarna hjá Bjarka myndi ég segja Já, þetta var svolítið trendið líka og lífsveginlega fjall og þá bara bakkaði þú út Já og hérna þeir gerði þetta sko mér finnst það mjög áhugavert hjá Viss og Lóson að taka bara lestina Já. og svo eru þeir í lestinni og það einhver sem skýtur á þá sem að kemur í ljós að voru mistök Flóki Bling hérna á Arnar láta í sér heyra og allt í einu eru þeir í miklu vesinni Já, hann sagði líka, Viss var hann bara drita á bildin að meðan Lóson þá bara keyrði inn í hann Já, einn með yfirsýnina að halda þeim í pressu og Lóson að keyra og koma sér nálægt og þessi bardagi þarna voru þeir í vesinni við sjáum hvað Batman Lóson lár Herra Adman var næstu að taka hann niður þessi bardagi hefði geta klára leikinn hjá Lóson og Viss Klálega þeir voru mjög nálægt í að tapa þarna en það voru líka þeir tóku rosa marga 50-50 fæta Já og þetta sé númer 4 hjá þessu leik Sko ég held að ef Adman lendir ekki vesinni í vatninu þarna Það verður það búið að spila það? Já, hann datt hann í vatnið og Kjúli alveg búin að koma Lóson það neðarlega í líf að Adman hefði átt góðan séns á að vinna þetta. Þannig að ég held að ef Adman dettur ekki í vatnið þannig að hann reynir tvisvar sem að hoppa upp á þess að það takist þá held ég að þeir gætu unnið þetta og hérna var síðan Lóson og Viss að pússa Gabba Hann var aftur komin út í full mikið að því góða hana Já, þú sást á báða þeir voru með haldandi tjóðaf inni á vegginn að spreyja það niður en allt í hennu mætur Gabba og Mythic og þeir eru bara aðeins of stór biti til þess að taka þess að snemma 50-50 fæta
og þeir standa sig vel og ná að koma sér undan þarna með eina fellu. En Lawson stóð sér líka vel, hann lifði þetta af og hvort hann hafi síðan bara náði í endgameið styrka og náði mjög svo auka fellu í viðbót. Já, hann komst seint í endgame og hérna sjáum við Jensínu og Denas, þeir voru búin að ná hæggrandinu og þetta var bara bullandi vesen þarna fyrir alla aðra, við verðum að viðurkenna það, þú veist, Denas þarna á hæggrandinu með Jensínu, þeir eru með fullkomið tækifæri til þess að berja bara niður, beint niður fyrir sig og finna alla leikmennina sem eru á harða spretti og við sjáum það að hringurinn hann bara að minnka, hann bara að verða minni og minni og minni. Við fórum alla leið þangað, þetta síðasta sónið sem að lokast hérna og þegar það var bara Sigmar sem var eftir, sem var búinn að spila þetta einn mjög vel, þá hann einn eftir hérna og endar á því að vera sko einn á móti Denas og Jensínu. Það klikkaðan á öðru sætinu þegar þú ert sóló. Það galið. Hann var með eina fellu sem sýnir hversu sko hversu vel hann spila. Já, hann spilaði þetta mjög vel og líka, hann spilaði allan leikinn og náði út hver var þetta sem var fyrir þessari. Náður því? Nei, ég man ekki. Nei. Náði þeim út og fleiri. Hann bara komið aftur í byrjun. Hörðu? Þetta annars þetta klippi, mann úr hinni Ops tölvunni. Já. Og súkkulaði snúður hérna. Þetta næsti leikur. Nei, herðu, það næsti leikur byrjaður. Oh my god, ég fæ hérna frá framlýstíminu þau mikilvægu skilaboð að chatið segir pölsa með öi, en það getur enginn sagt næsti leikur byrjaður, Óli. En það highlight af pölsa. Það pölsa. Já. Þetta ástæðan fyrir að ég sækja ekki mína menntun á Twitch-chatinu. Hver lærði þið orðið pölsa á TikTok einhvers staðar? Spáum ekki þessu? Nei. Það hilsa! Einbyttum okkur að leiknum Jensína og Mörgæsin byrjaði hérna sterkt. Gunsi B! Fallinn! Nei, Gunnar minn! Og býtu bæjarins bestu pulsur Benjo á móti herra Atman, hann nokkaður líka og þeir komu hérna og sögðust alltaf að vera passífir. Það eru 4 sekundur búnar að þessu leik og Benjo fallinn niður og Dig Big Boy hérna og Spiker, þeir eru fallin úr leik líka, það eru 3 lið fallin úr leik. Já. Og þannig erum við farin að sjá það sem þú bjóst við í fyrsta leik, það verið að berjast staðina. Nákvæmlega. Ég held ég fái mikið tuð á Gunsa B, vinni mínum, eftir leik. Já, sko, við þurfum bara að tala lélega væntingastjórnin hjá Gunsa B sem eyddi öllu 10 vikna tímabili í 1 hérna í að tala það hvað hann myndi rústa þess að hann fengi að spila. Og svo mætir hann bara inn á server og fallinn úr leik á fyrstu 5 sekundum. Ég talaði sko við hann í dag. Herðu, Stöffi með fellu hérna, tekur kík á Viking og annað lið líka. Nei, annað leikmann líka, fellir heilt lið hérna, 33 lið eftir. Ég talaði við Gunsa B í dag. Spurði hann að ég var svona í að ég hvort það var hugmyndin að fá hann í viðtal. Það sagði, já, gerum það þá á milli leikja þegar ég búinn að vinna hann. Það var hann ekki tekið á honum að maðurinn með sjálfströð. Já. Lexi fylgir og BNB fylgir hérna, þeir ætla að finna sér einhvern öruggan stað til þess að vera á núna, eru á sko undirliðinni á þessari brú. Bara staðsning sem ég held ég hafa aldrei séð leikmann á áður. En þeir eru að læra af mistökunum úr fyrsta leik. Eru ekki að koma sér í hérna erfiða stöðu hérna, sína Fúsa Turbo og rúndaranum mikla virðingu, en skipið í Marlin hérna tekur út Kjúla og Atman. Kjúla og Atman. Já, þeir fá samt einhver stig af því að þeir voru allavega með eina fellu, að mér sýndist. Það eru 60 leikmenn eftir þegar fyrsti hringurinn fyrir að hreyfast. Og bara sniðugt hérna hjá Lexa og BNB. Bara nýta sér það að þeir eru umkringdir málm til þess að fara og safna sér smá málm. Gæti þess að vera dýrkvæmt, það ekkert undirlag undir brúnni. Nei, eins lengi og þeir skipta út veggjunum, þá þetta eru fínum málum. Við færum okkur núna á annan stað á kortinu, Hopeful Heights verður fyrir valinu. Frost 68 hérna og Playboy Nökkvi.
Þeir eru einir að lúta Hopeful Heights, virðast vera að koma sér á góðan stað. Lawson hér með Wish, báðir með 0 fellur en Lawson var að taka út Steina og þetta Steini og Bjarki. Ég sá ekki hvort að Bjarki var fallin líka en þetta var, nei, þarna Bjarki. Hann lengst í burtu. Og þetta ætti þá að vera ákveðin lexía fyrir Lawson missir af Bjarka. Já. Hann sá hann ekki. En hvar vinur hans Wish? Bak við hann? Já. Hann hann, já. Þeir eru bara að leita. Ætli Lester hafi klónað sig í jólafríinu og bara komið inn sem dúo. Þetta eru 2 hann. Já, þetta Lester og Lester. Það aðeins einn leikmaður sem getur haldið í við mig og það ég. Lester svona, hann með svona tank, vökafétan tank sem hann geymir klónin í á milli mánudagsspölda sko. En, Legendary Oni Shotgun hérna. Man þarf að vera hittir með henni en hún getur gert skada ef maður hittir skotunum sínum. Já, líka bara langt í burtu. Það reynsja á henni sé alveg rosalega. Já, það það. Mörgæðsinn 5 og Seppi Carpenter hér. Og þá eru Lawson og Wish komnir í bardaga en ekki hvað. Þeir eru á móti Gagagugu og Emil. Og Gagagugu og Emil sterkt dúo hérna en spurningin hvort að þeir nái að taka niður Lawson og Wish sem að hafa verið ansi erfiðir. Lawson allavega kemur sér undan og það þá Wish 1 á 2 hér nema Emil ákveða elta en Gagagugu með opið box tekur mikil skada í hliðina þarna og Emil bakkar. Já og Lawson kemur sér lengri í burtu á sama tíma þá sá ég að Denas var að taka einhvern út Markus Drabdi hérna tekur út Mörgæssin 05 og það Seppi Carpenter 1 eftir þá Seppi Carpenter fellur Sjax 49 tekur hann út 55 leikmenn eftir og hringur nr. 2 að fara stað aðeins fleiri fallnir hérna í þetta skipti Gagagugu hérna á móti Wish og Gagagugu ekkert eðlilega lár en það Emil, hvað Emil? Hann að koma að hjálpa honum? Hvað Lawson? Úff, Wish þarna, hann var næstu íbúin að lenda í vestinni með þetta teleport fellur niður, tekur fall damage, úff tæpur þarna bara 20 samt, ákveður að poppa stóran pott hérna Wish á ekki build Tonkatown fellur á móti Brimi það þá væntanlega eftir ressið hjá liðsfélaga Lawson og Wish hérna báðir búin að taka mikið skada búin að þurfa að nota mikið af hílunum sínum Wish kemst loksins inn í boxið fær auka stóran pott frá liðsfélaga á ennþá ekki build þannig að hann á bara 6 hann kom með 6 núna og það allt Viður þannig að þetta ekki sterk bild fyrir hann Viður samt sko Viður hefur hæsta lífið beint eftir að setja niður vegginn en þú vilt fæta með við sko en við finnum í 4 HP hann á ekkert líf og hann þarf að tímasetja þetta vel Gagagugu er komin í hliðina á honum og nei og Lawson og Wish Terminatorarnir 2 eru fallnir og þá skiptum við beint yfir í meiri hasar það Andri NPC og Alex NPC hérna á móti Nökkva og Frost þetta þriðja liði síðan í kringum líka, já, Arnar og Flóki Bling eru þarna líka þeir eru bara til það og þá spurning hvað ætlar Nökkvi og Frost að gera hérna við erum að koma sér eitthvað í burtu bara að finna sér rólegri stað en Ding Dong Granma þarna tekinn og honum kastað til og frá af Liljari og Theo Stöffi hérna að koma sér undan Liljar og Gnar með fórskotið í þessum bardaga og spurning hvort að þeir fari fram hjá honum hvað búast þeir við honum, þeir elta hann nóg til þess að vita styrkabát hvar hann var og núna þarf Stöffi að taka á honum stóra sinn til að koma sér undan hann með Typhoon Blade þannig að hann getur hlaupið hratt og hoppað hátt en á einhverjum tímpúti þá þarf hann að snúa hann heldur hann sé búinn að skilja þá í sundur nógu mikið núna reynir að taka skoti hérna á Gnar en það ekki nóg
Hann bildar, Liljar kominn beint í boxi á bakvið hann, ekki langt í burtu með að hitta þessu skoti Stuffy. En hann spilar þetta feikilega vel, kemur sér undan þarna, nóg til þess að geta poppað stóran pott, en nei, Liljar refsar, sér hann í gegnum grasið, gerir virkilega vel, en Stuffy, hann þarf að snúa sig við. Það er ekki nóg samt. Smeldið, svo skipir í Marlin hérna, fastir undir einhverju öðru liði. Hvaða liði er það? Það eru 50 leikmenn eftir þegar við förum núna hérna að sjá zón nr. 3 hreyfast og ég er nokkuð viss að það sé 45 sem var mega verið í næsta zóni, þannig að við förum að fá stormsörn. Skipti Malin fallin, nær Smeldís að bjarga sér. Hann finnur longboxið. Gunnar hérna á Liljar, komum við 2 fellur á milli sín. Ég heldur að ég bara sáttur við það. Já. Antoni fyrir að vera duglegur að farma á næsta stormsörn. Nei, ok, við erum ekkert í neinu stormsörnsivissinni strax. Nei, það eru 90 spilarar, stage 2 og 3. Ok. Svo 74, svo 60, svo 50. Anthony hérna og Snæi. Fishing Trout, liðsfélagi ekki Kleinars, reynir að telpa sig þarna en Liljar tegur hann. Liljar og Gnar algjörlega láta finna fyrir sér inn á server núna. Þeir eru þó ennþá í storminum, ekki samt langt fyrir utan hring. Og virðast bara svona þokkalega rólegir yfir þessu öllu. Get ekki séð betur en að fólk sé líka að koma frekar lágt í byggingarefnum. Já, fólk er að þurfa að byggja meira í rotatinu til þess að passa bæði sjálfa sig og liðsfélaga sinn. En býtu, wow! Herðu. Ég fattaði ekki eins og þetta væri annað lið, en þetta er Gagagugu! Gagagugu! Gagagugu Gnar! Gagagugu Gnar! Berjast hérna og Liljar, hvar er hann? Emil sittur hérna á hægrantinu. Hvar er Liljar á meðan þetta er í gangi? Gnar virðist ekki alltaf skorast undan þessu barða allavega. Eltir hérna Gagagugu, reynir að leysira hann eftir teleportið og tekur hann mjög lágt. Og Emil þarf núna að fara að bakka upp liðsfélaga sinn. Þeir þurfa að fara algjörlega bandbrjálaðir 2 inn á móti Gnar. Gnar lætur ekki að stoppa. Hann heldur áfram, athugar þarna og núna er þeir að klemma þá. Liljar og Gnar eru á sikkorum vegnum og þetta er samskipta martröð hérna fyrir liðsmennina Emil og Gagagugu. Emil orðinn lár, hann er fallinn, Gagagugu rétt nær ekki að loka hurðinni og það er Liljar og Gnar sem að fella hér Emil og Gagagugu. Ánæði með kjarkinn í hérna Gnar, eltaði og báða bara. Já, Gnar, náttúrulega búinn að vera þekktur líka í solos, hann forðaðist ekki bardaðana þar. Nei, alls ekki. Hann tók alltaf seinna í leiknum, sant? Já, Sigur, Dörg og Davíð Mar Sig hér. Sjax 49 að taka út Das. Fannst það ekki með Dassafellum? Með Dassafellum. Sniðið að henda þessi hérna niður. Herru, býtu. Þetta var óvinnur. Ok. Það eru ekki sama liði. Ég veit ekki hvað ég er að horfa á hérna. Það er alltaf bara leikmenn að birtast. Og Davíð Mar Sig hérna, kemur inn á eftir honum en er lár þegar hann lendir. Anthony hérna á hlaupinu, spurning hvort hann verið spottaður. Já, er spottaður. Þetta er ekki tímistum að stoppa ef hann býst Davíði og Sigurður G og Davíð Mar Sig. Þeir eru fallnir. Liljar og Gnar eru á eldur með 7 fellur. Hörkuleik. Með 7 fellur. Og Gabbi hérna tekur út Skúla.
Ekki næsta. Þá það Mythic og Gabbi á móti Liljari og Gnar. Og við búumst fastlega við því að þeir taki þennan barda, ná Gabba lágt, taka næst í alla skjöldin á honum. En þetta liðið sem við sáum veita Vish og Lawson vesen í síðasta leik. Gnar strax búinn að taka skada hérna. Hann missir skotið á móti Mythic. Mythic þarna vann þennan boxfight og Gnar þarf að hörfa. Og þá það Gabbi sem að veita eftirför. Nær þakinu þarna. Gnar náði takja á Gabba. Já, þeir hugsa sér tvisvar Gnar hangir inn í storminum og meðan hann poppar skjöld. Búinn að koma fyrir teleport inn í hring. Og mér sýnist meira að segja Liljar vera að byggja fyrir hann. Og það þá Mythic og Gabbi ennþá út í storminum. Ákveða að fara algjörlega í hináttina. Hörðu þessi lest. Hún var ekkert að hægja á sér. En þá það Snæi og Antoni. Næstu fórnarlömb Gnar og Liljars. Eða hvað? Nei, þeir ákveða að halda áfram. En Antoni að taka hérna bardaga löngu færi. Gnar síðan tekir hérna leysarar í baki að Snæja. Missir 50 af skildinu sinum. 22 lið eftir, 15 lið fallin úr leik hérna, aðeins hraðara tempo á þessum leik heldur en í fyrsta leiknum. Já, þetta svona meira sem ég bjóst við að sjá. Já, og hérna sjáum við, núna eru allir leikmenni komnir í heina kös. Sjax og Markus Drapvig, Gnar og Liljar, Mythic og Gabbi eru allir hérna á sama fermetranum liggur við. Og það fer nú að vanta upp á lífið hjá Mythic og Gabba. Mythic þarf að finna tækifæri til þess að nota þetta medkit. Hvort að Gabbi sé með sítt á sér? Hann gefið það. Já, Gabbi lærri, meiri nót fyrir það. Alvöru bara góð liðstemning. Finnur svo bara eitt í kaupæti. Karma. Og sjáðu, þetta munurinn á solo og duos. Þarna eru þeir strax að nýta sér það. Þeir eru komin inn í hús, hvað eru þeir að gera? Skipta út veggjónum. Þú færð meira af materials heldur en það kostaði að byggja nýjan vegg. Þannig að þeir eru að nýta hvert tækifæri til þess að reyna að halda uppi hversu mikið magna efnum þeir eru með og það áttur að koma sér virkilega vel fyrir þá. Því að leikmenn sem gera það ekki eru ansi fljótir að klára bildið sín þegar á reynir hérna undir lokin. Líka bara ef þeir fá svona eftir storm þá er þeir með góða fasteignar. Já. Gumsi tekur út fylkir, Andri NPC. Sjáum hérna Steini 23 og Bjarki Panda. Bjarki búinn að ná liðsfélagunum sinum upp og þeir komnir inn í hring og í góða stöðu. En þá bardagi Jensína. Það eru 40 eftir, Gumsi tekur út Andra NPC. Denas tekur út hvern, ég sá það ekki, en Jensína og Denas allavega með sikkur á felluna þarna. Brexit 200 tekur út BNB fylki. Hvað að frétta af bæjarins bestu mönnum? Fjallu þeir báðir snemma? Jú, var það ekki? Ég sá allavega Banjo falla. Ég veit ekki hvort að Ragnar hafi fallið líka. Halli Bliki hérna og Dagur með Anthony á kassanum sínum. Anthony að byrja að setja pressu hægt og rólega. Þegar liðsfélaginn hans á leiðinni. Liljar hættir ekki. Nei, Liljar hættir ekki. Tekur út Alex NPC hérna líka. Snæi og Anthony hérna á móti Halla Blika á Dag. Þeir vita að hverju öðrum, þeir eru bókstaflega hlið við hlið. Ég held að Snæi viti samt ekki af Degi hérna í keilunni. Nei, það er það. Liljar tekur FH skipti í toilet. Hann komið 9, held ég. Hann alltaf komið með ansi mikið. Ég nefnilega að spá, sko, Dagur örugglega að reyna að stilla því upp að koma sér, hoppa út úr keilunni, taka vegginn östnögt og reyna að koma Snæja í opna skjöldu. En þeir byrja að hreyfa sig hérna. Hreyfa sig í sikur áttina. Markus Drapvig og Sjax. Dagur og Halli Bliki þarna hættulega nálægt aggressífu dúói. Og þeir eru ekki með grímuna. Nei.
þeir þurfa að róta þetta með Typhoon Blade og spurning hvort að þeir komist upp með það algjörlega. Já, mér sýnist það. Sjax og Markus Drapvig hugsa sér tvisvar jú, setja einhverja smá pressu þarna en eru ekki að ná að koma inn skaða á Halablika og Dag. Hvert einasta tækifæri til þess að Sabra Materials nýtt hér. Og það bara ekki svo rosalega mörg tækifæri til þeirra. Það er ekki mikið til þess að farma. Býtu, Steffen og liðsfélagarnir hans, þeir fóru þarna saman. Annar þeirra hitti ofan á stífluna en hinn datt niður. Og við sjáum vinstri hlið hringsins, fullt af leikmönnum að reyna að koma sér inn þarna. Sjáu það bara á mínimappinu niðri hægra megin hjá okkur þegar einhver ekki að miða hvað er mikið af fólki þarna og þeir eru eiginlega allir að koma norðan megin inn í hringinn. Og þið sjáu bara umferðarteppuna sem að myndast þarna. Mythic, Gabbi, Markus Drapvig, Bjarki, Sjax, Dagur, Fitcho, Brexi, hann fallinn. Fúsi Turbo, Kristó, Skipti Marlin, það allir þarna. Dr. Hákon og Kristó þarna báðir boksaðir inn í hringnum. 31 leikmaður eftir og við erum á zone 7 og það að lokast. Sjax þarna, rotetar, finnur eitthvað frjálst svæði. Markus Drapvig kemur síðan fast á eftir honum. Það hefði verið skemmtilegt að fá zónu yfir vatni, sko. Já, og núna fáum við að sjá fyrsta endgameið eftir að þessi leikmenn hafa prófað endgameið einu sinni. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað þeir gera öðruvísi. Hvort að Kristó og Dr. Hákon til dæmis ætli að fara og sækja hægrandi aðeins seinna. Eða hvort þeir gera það yfir höfuð. Eða hvort þeir gera það yfir höfuð. Liljar og Gnar hérna við hliðina á Mythic og Gabba búin að vera að elda grátt silfur töluvert lengi hérna í þessu leik og Liljar orðið lár, Gabbi sömuleiðis og núna Gabbi með 2 á boxinu sínu en Gnar third partyður og Gabbi hann fellur þarna frá third partyinu líka. Mythic hann þarf að byggja en það einhver sem fer og teleportar beint inn á þá og nær að hreinsa upp Gabba og Mythic en það dýrkeypt. Býtu, Liljar, hann þá lifandi! Hann með merkið þarna. Þetta var dýrt fyrir Markus, hann fellur fyrir þetta enda með þvílíkan fókus frá öðrum leikmönnum ofan af þessu fjalli inn í þessi box. Sópaði hann ekki upp alveg 2 fellum, 3 jafnvel. Hann sópaði 2 fyrir 1. En það skilur eftir liðsfélagann hans einan inn í endgameið. Engin tækifæri til þess að reboota lengur. Og við sjáum Liljar undur og stórmerki hvernig hann ennþá lifandi. Lappar haltrar þarna inn í hring á meðan hann að medkitta sig upp. Súkkulaði snúður. Þetta já, skemmtilegt mix, súkkulaði snúðar, þeir eru góðir. En HK Peponga liðsfélag hans fallinn en súkkulaði snúður situr á hæglátur akkurat núna og virðist vera að geta farmað placement. Og við sjáum hérna Steini og Bjarki, þeir eru alveg við hliðina á Sjax 49 sem búin að missa liðsfélaga sinn. Dr. Hákon, Kristó í góðri stöðu. Denas og Jensína í góðri stöðu. Liljar einhvern veginn komin aftur í fullt líf. Og þá það Steini sem fallinn. Bjarki rétt lifir hérna, syndir undir öllum bildunum. Súkkulaði snúður tekur Meldis. Og Bjarki með 3 medkits ætlar að róteta sig. Hann gerði það rosa oft líka í solos. Og hann svolítið mikið inn í storminu. Ég held að það geti verið mjög sniðugt, sérstaklega á þessu stíi. Það eru það margir eftir. Súkkulaði snúður heldur hægrándinu enn sem komið En þá það komið tími. Kristó og Dr. Hákon ætla að berjast við hann hægrándið. Þeir eru komin ansi hátt upp hérna. Og zone 9 fer að hreyfast hérna. Sjáu þið bara kortið niðri hægra megin. Það ekki einu svona hægt að gera greinamun á því hvar hringurinn af því að hann allur útataður í örfum. Það eru það margir leikmenn eftir. Súkkulaði snúður ekki lengur með hægrandi. Denas og Jensína búin að ná hægrandinu hérna. En súkkulaði snúður, hann bara einn notar Kinetic Blade til þess að fara eins hátt og mögulegt var. Og spurning hvort hann ætla. Denas eftir. Ég var næstum frá hjartaáfall. Anthony tekur Dr. Hákon, Kristó svarar liðsfélaga sín og tekur súkkulaði snúður liðsfélaga hans fallinn, þannig að liðið hans úti hérna núna. Bjarki Panda fellur á móti Skipti Marlin. Denas og Jensína ennþá með hægrándið.
Denas setur niður teleport þarna ef þeir skildu vera skotnir niður, sniðugt play þarna. Það er þá Kristó einn eftir í sínu dúói og Sigmar einn hana líka. Anthony og Snæi eru að reka lestina í þessu rótiti. Steffen og Stoney eru að halda eins framalegri stöðu og þeir geta í rótitinu sínu og allir aðrir eru einhvers staðar þar á milli. Dagur hérna, Halli Bliki fallinn, Dagur einn eftir. Frost núna með liðsfélagann sinn Nökkva feldan hér. Denas nær því fraggi, Steffen tekur út Snæja, Denas tekur út Anthony og þá er það lið algjörlega fallið. Dagur tekur út Pichu, heldur áfram að safna stigum þráttur að vera bara einn eftir. Sigmar tekur út Nile Frost. Sigmar að spila rosalega vel. Dagur loksins fallinn. Það eru 9 eftir og 7 lið. Það eru 9 eftir og 7 lið. Við sjáum það hvað, Bíddu. Ég sé engan Denas, ég sé engan Jensínu. Þeir eru á 3 hæðum fyrir ofan held ég. Eða hvað, er það? Nei, ok. Þeir eru bara fallir. Nei, þeir eru lengst uppi! Þeir eru 5 hæðum fyrir ofan. Wow, þeir eru með geggjað high ground og Sigmar er þarna inn í storminum. Hann heldur að þetta sé bara búið. Hann er að reyna að ná eins góðu placement og hægt er. Skiptir í Marlin hérna, fellur á móti Kristó. Kristó, þó hann sé bara einn, það skiptir engu máli. Það er eiginlega allir einir inn í þessum hring. Hann eldir hérna leikmann upp, nær ekki fellinu samt, en núna hækkar jörðin upp þetta fjall og hæggrandið hjá Denas og Jensínu er étið hérna upp. Kristó fellur, Gumsi, Stoney, Sigmar, Denas, Jensína, þetta eru leikmennir sem eru eftir núna og það er yfirburðastaða hérna fyrir Denas og Jensínu á hæggrandinu. Gumsi í bullandi vesinu, hann þarf að byggja þak ef hann ætlar að komast út úr þessu. Loksins kominn undir þak og Sigmar líka með Gumsa í bakinu. Hann þarf að hugsa Denas sem er að spreyja ofan á sig og fleiri en Gumsi lendir við hliðin á Denasi þarna. Þarf að taka honum stóra sínum núna til þess að berjast við hann. Gumsi einhvern veginn ennþá á lífi og það er Jensína og Denas og Sigmar aftur! Sigmar spilandi einn er búinn að taka annarsæti 2 leiki í röð og Denas og Jensína með 2 sigra í röð. Denas, hann er ekki bara búinn að vinna báða leikina í dag. Hann er ekki búinn að sýna það að hann ætlaði sko að koma inn í þetta seinna tímabil og setja punkt á eftir titlinu sínum. Hann á líka afmæli í dag. Hann á afmæli í dag. Til hamingju með afmæli Denas. Og til hamingju með sigrana 2 þvílíkir leiki. Hvað er Sigmar að gera? Hvernig? Ég skil ekki neitt. Er Sigmar bara besti róttill í leiknum? Greinilega. Þú sást kaos. Já. Og ná að líða þetta af 2 svar. Þetta var bara, þetta var eins og að búa í blokkan á tjónu. Já. Það er bara, ég get rétt ímyndað með það að þetta sé sko eins flókið og þetta er fyrir okkur að horfa á. Þú veist, þetta er svona, þetta er einn af þeim hlutum sem er sko kannski mest gagnrýndur þegar það kemur að Fortnite. Það er erfitt að fylgjast með hvað er í gangi. 100%. Og hei, það er alveg satt, það er erfitt. En ímyndaðu hvað er erfitt að spila þetta. Ímyndaðu hversu mikla sko rýmisgreind og bara vitund líðandi stund þú þarft að hafa til þess að geta verið Sigmar einn síns liðs innan 25-30 aðra einstaklinga sem eru bókstaflega allir að leita tækifæri til þess að fella hann og einhvern veginn ná að lauma sér í gegnum þetta og taka back to back annars Já, eins og segir, ekki eins og 2 svar. Það er galið. Og Jensína og Denas að vinna 2 leiki í röð er algjörlega ruglað líka. Já, 100%. Og ég vil meina það að við hefðum fengið sko Kristó og Dr. Hákon líka þarna í topp 3 ef að Dr. Hákon hefði ekki látið pikka sig þarna aðeins fyrir. Ef þeir hefðu verið 2, þá held ég að þeir hefðu verið sko annarsætið. Sko, bara miðað við hvernig þetta var að spilast. Svo vorum við með Gumsi þarna, við höfum ekki séð hann í þessari stöðu áður. Virðist bara standa sig ansi vel, náða að róteta þarna, óheppin að lenda bara opið beint í hliðin á Denasi þarna og vera svolítið gönnaði niður. Ég er líka spenntur að sjá hvort að Liljar hafi náða að bæta metið þjá bara erkuðilda metið. Það var 10. Bara kemur ekkert og óvart með þennan leik. Nei. En við komumst að því og öllu öðru þegar við komum aftur hér eftir stutt hlé. Þá gerum við upp leik númer 2 hér í kvöld og kveðjum en við verðum hér að sjálfsögðu í næstu viku. Já. Það er ekki að fara eitt langt en ekki missa því þegar við förum yfir alltaf helsta hérna á leik númer 2 í kvöld. Sjáumst eftir örsnögga stund.
Wait, is he switching lanes? Já, ég var ekkert að ljúga. Það var örsnögg stund sem að við vorum í pásu. Heldur betur. Við náðum alla að fara og tala við fólk. Það var svo snögg pása. Við reynum að tuða eins og við getum, við bara fáum það ekki. Það er bara að drullla það inn og... En já, verið velkomin aftur, það er Elko-deildin með ykkur hérna á mánudeginum og það er allt í boði Elko, Kia og Luka Luk. Við fögnum þeim styrktaraðilum hér og þökkum þeim fyrir að gera allt þetta mögulegt og sjálfsögðu þökkum öllum spilurunum fyrir frábær frammistöðu og þáttöku. En það eru nú 2 leikir búnir, Aron. Já. Denas og Jensson er búin að vinna á báða. Sigmar er búin að vera í öðru sæti í þeim báðum. Dúóið hans Sigmars sem er ekki hér í kvöld, sem komst ekki, er iCrystal. Já. Þannig að á einhvern undraverðan hátt erum við að loka kvöldi 1 að Denas og iCrystal er að berjast titilin og iCrystal mætti ekki. Yep. Sigmar er búinn að taka liðið sitt og setja það í bakpokan og halda á þeim örugglega einhverja erfiðustu fjallgöngu sem ég get ímyndað mér í rafíþróttum. Galið. Ég skil ekki hvernig hann er búinn að ná öðru sætinu 2 leiki í röð og tryggja þeim samkeppnishæfa stöðu komandi inn í viku 2, 3 og 4. Og iCrystal mætir. Sjáum það hér, vissulega töluvert forskot sem er búið að byggjast upp á topnum frekar snögglega. Já. Denas og Jensson þarna með 22 fellur og 2 sigra í þessum 2 leikjum sem að verður að teljast ansi gott. Þetta skilaði þeim 94 stigum. Þar fyrir aftan Liljar og Gnarr. Þeir eru búin að spila 2 leiki, ég er ekki búin að vinna neitt en 16 fellur bættu vel við sig hér í leik nr. 2. Sigmar, 1 síns liðs skipar 3. sætið eftir 2 önnur sæti í röð og bara 2 fellur komnar á hann en placementið nóg til þess að skila þeim 40 stigum. Heldur betur og sér það hann með Kristó og Dr. Hákon fyrir neðan sig. Sem er algjör fásinna. Kristó og Dr. Hákon, ég set þá sem top 5 dúo í þessum móti. Já. Bara, þú veist, hefði gert það fyrirfram líka. Mjögulega bara top 4. Já, þú veist, en ég meina bara 100%. Ég hefði örugglega sett þá í top 3. Ef ég væri að betting man, sem ég reyndar er, þá hugsa ég að yrði einmitt á milli Denas Jenssonu, Kristó og Dr. Hákon og svo Sigmar og iCrystal. Það kom babb í bátinn þegar iCrystal gat svo ekki komið í kvöld en það var svo ekkert svo mikið babb. Ég meina, þeir eru 20 fellum á eftir. Já. Skilur, 20 fellur eru 40 stig. Já. Þú veist, það er alveg mikið. Þeir þurfa alveg að taka á hún stóra sinnum, sérstaklega ef að Denas og Jensson alltaf halda upp hætti í næstu viku. Já, þetta er alveg vel doable. Þú veist, þeir eru á afturfætinum en þú veist, þeir ætti ekki séns ef að Sigmar væri ekki búin að taka 2 önnursæti back to back. Og hérna... Liljar og Gnarr líka virkilega sterkir leik 2 Já, mér fannst það bara frábært að fylgjast með þeim, þeir voru aggressífir en samt einhvern veginn ekki of. Já. Þeir tóku þarna einn fight sem var á móti hver var það? Man ekki móti, jú það var á móti Gabba og Mythic. Já. Það sem þeir byrjuði að berjast og svo föttuðu þeir bara, herri, þessi gæri eru góðir, svo koma okkur út. Við erum ekki með öruggan sigur. Svo voru hérna bara óefnir líka að lenda í þörrparti í hinnuslunum. En það er allavega staðan eins og ég sjá þarna þarna Denas og Jenssona, Liljar og Gnarr, Sigmar og iCrystal, Kristó og Dr. Hákon, Sjax49 og Markus Drapðig, Wish25 og Batman Lawson. Þeir náttúrulega voru aftur aggressífir, bara lentu í stórum bita aðeins fyrr í þessum leik. Tonka Town og Slipstream, Gumsi og Ficho. Það var Gumsi sem komst ansi langt í þessum leik, skoraði góð og verðmætt stig þarna fyrir liðið sitt. Skipti Marlin og Smeltis, Seppi Carpenter og Mörgæsin, Falcon Stoney og Steffen og svo Gabbi og Mythic þarna í 12. sæti. Þetta eru topp 12 liðin hérna eftir 2 leiki í þessu
duos móti í LK-deildinni. Þetta bara eiginlega miklu skemmtilegra format, finnst mér. Ég bara ekki frá því. Geðslega gaman. Og ég bara, núna ég á því að, tríós uppáhaldið mitt. Já, sammála. Ég get ekki beðið eftir tríós. Nei. Bara, ég held að tríós þá hefur eftir að vera bara með 85% af liðunum á lífi í Zone 8, Þú veist, liðunum, ekkert endilega allir leikmenn í öllum liðunum, skilurðu, en þú veist... Nei, einn úr hverju liði verði, já. Já, það gefur þér, skilurðu, þú veist, svo marga mismunandi gæja sem geta hent einhverju og rugglaði hlutunum. Þannig að ég get ekki beðið eftir tríós og ekki seinna vænna fyrir leikmenn sem að hafa í hyggju að taka þátt í tríósmótinu og byrja að skáta þriðja leikmann. Að vísu að þeir sem sakna hérna sólós, þá ber að geta að Rík í gangi. Já, Reykjavík International Games. Já, sem alltaf, þar sjáum við mig, Gunnar B. og Stefán alltaf hérna í stúdíónu. Já. Það bara miðvikudaginn, sama tíma. Já, en núna miðvikudaginn næstu viku og svo laugardaginn. Svo laugardaginn það. Já. En fáum upp endursýningarnar hérna úr seinni leik kvöldsins áður en við förum og tökum þetta allt saman og lokum þessu. Sjáum svona helsta sem átti sér stað og það er ekkert að fara að koma okkur óvart núna, það er alltaf bara köttað inn í eitthvað sem virðist vera næsti replay pakki. Ja, það er ekki leikur 3, þannig að við erum safe frá því. En fáum hérna strax frá byrjun aðeins heitari early game. Já, ánægð með það. Ég sé að ég sýndu það að ég er ekki algjörbullari. Þú hefur stundum rétt fyrir þér. Kemur fyrir. Þarna var Big Boy að reyna að koma sér í burtu, ákveður að snúa við, en mætir þar bara Dr. Hákon í göngunum og það er ekki beint þar sem þú vilt hitta hann fyrir. Nei. Sama tíma var Kristó og Dagut Spíker. DNS þarna að finna fellu, Ding Dong Granma tekur út ekki kleinar og þarna er bardagi á milli Mörgæsin og Seppi Carpenter á móti Markus Drapðig og 649. Þeir náttúrulega komist langt í þessu leik. Mörgæsin 0-5 og Seppi Carpenter, þeir voru í topp 5 í leik 1. Já. Þannig að þetta var óheppilegur bardagi fyrir þá að tapa svo snemma, búin að sýna það að þeir hafa alla burði á að komast langt. Wish og Lawson heldur upptökum hætti, voru aggressífur og láta finna fyrir sér, en eins og við töluðum lentu bara í erfiðari fætum fyrir í þessum leik. Já, og voru ekki alveg aggressífur voru, en já, aggressífur þó. Þarna, Wish 25 kemst í burtu með 4 í líf og Gaga Gugu er millimetr frá. Já, og einmitt engin bygging efni eftir. Nákvæmlega, þannig að Gaga Gugu og Seppi taka það þarna út. Svo færðum við okkur yfir á annan stað á mappinu, fundum Ding Dong Granma þar sem að þeir voru í bardaga. Liðsfélagi hans, Theo Stuffy, takast þarna á við Liljar og Gnarr. Ding Dong Granma gerir þetta þokkalega vel, nær þarna, býst bara ekki við því að þakið springi, þannig að hann er gripinn með bildið í gangi. Ef hann væri með shotgun í hendinni þarna, þá hefði þetta getað farið öðruvísi. Þá þann Stuffy allt í hann að taka á hann stóra sínum og gerir vel. Hann framlengir þessum fight þokkalega lengi og ég verð að hrósa Liljari og Gnarr þarna, þeir gera vel í að elta hann og spotta. En líka þegar þeir fara að elta, þeir splitta. Já. Þannig að það komum mörgum áttum. Stuffy þarna var að reyna eins og hann gat að koma sér undan. Það hafðist samt ekki. Fishing Trout þarna. Voru við að fylgjast með leikmaður hans, liðsfélagi hans ekki kleina 9 var fallinn og hverjir eru það? Jú, það er Gnarr og Liljar. Ég held ég verði meira minnangli í midgame, það verður við bara á þeim. Já, þeir voru allt í öllu í þessum leik og hérna taka þeir út Gaga Gugu og Emil sem að tóku við út Wish og Lawson. En þeir spilaði þetta rosalega vel, Gnarr og Liljar þarna, bara þeir einangraði á, setja pressur frá báðum hliðum og svo bara allt í einu áður en að það er svo sársaukavillt að horfa á þess að hurð lokast. Gnarr algjörlega smeygi sér í gegnum minnstu glufu þarna. Núna eru við komin seint inn í endgameið. DNS og Jensína þarna búin að tryggja sér high groundið. Jensína með sér búin að droppa niður og er með aðeins lægra high ground. Já. DNS nýtti sér þarna nýja movement mekanikinn þar sem hún hoppar lengra
og hérna ættum við að fara að sjá Gumsi bara birtist við hliðin á honum. Óheppilegt að lenda, þú veist, akkurat þarna en ekki aðeins ofar eða aðeins neðar og fær þú vilt ekki lenda beint í andlitinu á Denasi? Nei, og hann fær náttúrulega bara Jensinu og Denas á sig, skilur báða strax og eiginlega ómögulegt að komast út úr þessu og þetta skildi þá bara Sigmar eftir sem að bara, ég veit ekki, þú veist, fór hann bara í friðarsamningaviðræður bara við restina af servernum og hérna, hann ætti bara að vera einhver diplomati eftir þetta. Ég væri til að sjá hans POV allan leikinn. Við erum að velta því fyrir okkur sko, hvaða fólk á að skipa í sendiherrastöður núna. Bara, ég vil fá Sigmar, bara sendiherra við Rússland eða eitthvað. Hann myndi örugglega finna einhverja lausn á málunum. Bara. Já, bara heist það hætti þessu. Já, bara verið rólegir, hérna, við getum bara komist hæglega inn í næsta hring. Já. Sjáu þið hvernig ég gerði í Elko-deildinni. Það voru 30 mismunandi að slást og ég bara rólegur. Já, en þetta var allt frá okkur hér í kvöld. Elko-deildin farin aftur á stað og við komum aftur næsta mánudag. Ekki láta þig vanta. Við sjáumst þá. Thank you.